Velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni á 50. Hér eftir Rauðaborðið þá verður þáttur með sósíalískum feministum. Eins og við heyrðum hér fyrr í vikunni við Rauðaborðið þá fóru umsjónarkonurnar María Pétursdóttir og Sara Stef Hildar til London á Marxist Festival. Þær bjuggu til ýmislegt efni þar og ætla að koma með fyrsta hlutan af ferðaskýrslunni í kvöld þar sem er talað við Suelu Javaheri sem er írönsk kvikmyndagerðarkona og ætla að tala við hana kvennabyltinguna sem stendur yfir í Íran. Spennandi að fylgjast með því hér á eftir. Í lok Rauðaborðsins að þá ræði ég við Grím Atlason sem er framkvæmdastjóri Geðhjálpar geðlyfjanotkun barna. Hann var að skrifa í blöðunum það að hún væri óhóflega há á Íslandi og mikil. Ég ætla að spyrja hann ýmsa þætti þessa máls. Þetta er mál sem hefur verið mikið rætt á alls konar stöðum, bara við morgunverðarborð og borðstofuborð í skólastöðum og víðar. Hvort að það sé eðlilegt hversu mikið mörg börn eru á lyfjum, hvort að það sé vegna þess að það er ekki önnur úrræði í boði eða hvað veldur, hvort að þarna sé kannski verið að markaðsvæða vanlíðanina. Sjáum til hvað Grímur segir. Það eru pólitískar hræringar eins og eldhræringar. Ég fæ Sigurjón Magnús Egilsson sem er bróðir minn og blaðamaður og fyrrverandi þingfréttamaður til mín til þess að taka svona pólitíska skjálftamælingu, hvort að ríkisstjórnin lifi af eða ekki. Hvort að hún springi kannski í kvöld, hvort hún springi og verði kosningar eða hvort að hún springi og það komi bara ný ríkisstjórn, sjáum til á eftir. Stóru fréttir dagsins tekjast Lindarhvoli og Atli Þór Fandal sem er framkvæmdastjóri Transparency International Íslandsdeildarinnar. Hann kemur hérna eftir og hann ætlar að fræða mig það, hvað skýrslan sem að var að leka í dag, hvað hún er. Þannig hann gefur okkur yfirlit yfir það hér eftir fréttayfirlitið. En í fréttum er þetta helst. Það með að við svona árstíma að þá ætti að vera það sem hefur kallað að vera gúrkutíð. Gúrkutíð er svo tíð að á fréttastofunum þá eru fréttamennirnir sendir út til þess að búa til einhverja fréttir þegar það er ekkert að frétta. Kannski erum við með myndagúrku, og þá eru verið að senda mönnum hvernig gengi sprettan í gróðurhúsunum með gúrkunnar og það var svona dæmi að það væri gúrkutíð. Og að sumileyti hafa fjölmiðlarnir litast að þessu, það hafi verið að undirbúa þessu undir það, en það sem er í gangi núna er það sem við getum kallað bananatíð, því að það eru búin að vera fréttir sem að tengjast svona bananalýðveldun Íslandi og það er tímabilið sem við erum á núna og mér finnst að fréttamennir sem eru sendir í gróðurhúsin eða búa til eitthvað svona uppfyllingarefni verðan sem er ekki í fréttum, að þeir ættu að vera elta Bjarna Benediktsson uppi, fyrir hvað hann er hann á landinu, er hann í Flórída, er hann kannski heima á sér, er hann að ræða við Sigurð Inga næstu skref í ríkisstjórnarsamstarfinu. Mér finnst vanta bara fréttir það sem er stórt og mikið að gerast í dag. En eins og ég sagði þá var aðalfrétt dagsins er Lindarhvols skýrslan. Þetta byrjaði í Viðskiptablaðinu þar sem að þeir voru með undir höndum erindi Sigurðar Þórðarsonar fyrirverandi ríkisendurskoðanda og fyrirverandi setts ríkisendurskoðanda líka. Hann var lengi vel ríkisendurskoðandi, var kallað rendi lengi vel. Að Viðskiptablaðið var með fréttum það að hann hefði sendt málið til ríkissaksóknara og það er náttúrulega ótrúlega alvarlegt mál að fyrirverandi ríkisendurskoðandi sendi Lindarhvol sem er raunverulega ekkert annað heldur en bara skúffa í skrifborði í fjármálaráðherra til ríkissaksóknara til þess að kanna sakhæf athæfi sem þetta fóru fram. Og þetta er bara með stærri fréttum ársins myndi ég halda. En það var ekki búið með þetta því að svona síðdegis þrjúleytið að þá birtu Píratar eða Þórhildur Sunna birti skýrsluna sem að Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera að reyna að þagga niður árum saman. Við þekkjum það að Birgir Ármannsson forseti Alþingis hefur beitt nokkrum bolabrögðum til þess að hindra það að þessi skýrsla yrði birt. En Þórhildur Sunna skellt inni á netið á piratar.is. Ég fór og reynda að sækja hana það leitið sem hún birtist og það var svolítið erfitt vegna þess að það var svo margir að fara að sækja þessa skýrslu. Það sem að kemur fram, og kannski er þetta að byrja á því, hvað er þetta Lindarhvol? Það er
Lindarhvoll eins og ég sagði, skúffa í skrifborði fjármálaráðherra. Það fyrirtæki sem var búið til utan eignir sem enduðu hjá ríkinu við hrunið. Þarna eru alls konar, þarna voru hlutabréf í Eimskip og Eyri Invest og Internet á Íslandi, Exista, Livju, Reitum, Símanum, Dúhopp og alls konar fyrirtækjum og það þurfti að koma þessu í verð. Það sem kemur fram í skýrslunni sem gagnrýnisvert við erum með myndir af fyrirsögnum úr fréttum dagsins þarna. Það til dæmis að þarna voru reikningar án skýringa, mikið fyllir í heiði. Þórhildur Sunnu segja það í fréttunum svona þegar fór líð á daginn að þarna væru raunverulega 10 milljarðar sem ekki væri hægt að væri engin ríkisendurskoðandi eða Sigurður hafði ekki fengið skýringar á. Þannig að þarna virðist vera ótrúlega miklu peningum sem borgað fyrir þá sem voru með umsýsluna, alls konar svona subbuskapur sem við könnumst við. En kannski það sem markverðast og næsta fyrirsögn sem við erum með, það hversu mikill afsláttur var gefinn af fyrirtækjunum. Við tókum þetta saman svona bara brot úr þessu inn á samstöðinni og þar kemur fram að miðað við útreikninga Sigurðar að þá varu bréfin í Eimskip selt með 18% afslætti, í Reitum með 10% afslætti, í Sjóvá með 28% afslætti og í Símanum með 9% afslætti. Það erfitt að meta það svona því þetta langt síðan það gerðist, en ef maður tekur bara munin gengi bréfanna og miðað við hlutabréfin sem í þessum félögum í dag, að þá þetta vanmatið á bara þessum 4 fyrirtækjum skiptir 20 milljörðum. 20 milljörðum, sem alveg gríðarleg upphæð. Ríkið átti náttúrulega ekki öll bréfin í þessum félögum, en það sýnir svona hversu hraklega var staðið af því að meta virði fyrirtækjana og það sem fólk grunar, það sem hafa búið á Íslandi og þekkja til íslenskra stjórnvalda, þekkja til Sjálfstæðisflokksins og Bjarna Benediktssonar, það sem fólk trúir að það hafi verið vanmat sem var raunverulega ákveðið vegna þess að það átti að koma þessum eignum í hendunar á einhverjum sem að Sjálfstæðisflokkurinn eða Bjarni Benediktsson taldi ætti skilið að græða ógeðslega mikið á því að taka yfir eignir almennings og greiða fyrir þær tombóluprís. Þetta það sem fólk hefur grunað. Og það fólk hefur grunað það að þetta sé ástæðan fyrir því að það hefur verið ómögulegt að fá þessa skýrslu fram. Það hefur verið að fela eitthvað, alveg eins og átt að fela hverjir keyptu Íslandsbanka á sínum tíma. Við skulum ekki gleyma því. Því að fyrst átti að þegja það hverjir keyptu, en vegna þrýstings að þá brast ríkisstjórnin og ákvað að birta listan og þá sá almenningur í þau hvað hafði verið að gerast og maður vitlaus ef maður gæti orðað svo og ennþá reiður. Ennþá samferður því að Íslandsbankasalan, alveg eins og fólk verður þegar það sér inn í Lindarhvolssöluna, að það spilling á ferðinni sem að verður að stoppa óþolandi ástand hjá Íslendingum sem heldur að við höfum lært eitthvað af hruninu og allt það. Það breytist ekki neitt, það bara mismunandi tilraun til þess að þegja yfir því hvað er verið að gera. Miðflokkurinn, hann óskar eftir því að þing komi saman. Ég veit ekki hvað verður því minnst, þetta sjálfsögð krafa, allir flokkar að taka út í það, að þing kæmi saman til þess að ræða það sem stendur í þessari skýrslu Sigurðar. Þingið hefur búin að vera að fara fram á það að geta lesið skýrsluna og fjallað hana mánuðum og árum saman. Þannig að mér finnst þetta rétt hjá Miðflokknum. Miðflokkur var svolítið í fréttunum líka í morgun vegna þess að Bergþór Ólason var að skrifa grein í Moggann þar sem hann var eiginlega að segja út af öðru máli, sem út af Hvalamálinu, að það væri eiginlega hægt að mynda ríkisstjórn í hvelli og þá var hann að segja það ef þið hendið VG út og þá eru við í Miðflokknum til að koma inn. Kannski það út af þessari grein Bergþórs að það hefur komist svona kvittur af stað í Skagafirði það að það sé raunverulega verið að vinna þessu, það sé verið að vinna því að skella Miðflokknum inn í ríkisstjórnina og þá myndi það raunverulega þýða að bara væri þægilegast að skella saman Miðflokknum og Framsóknarflokknum. Til þess að það sé hægt að þá þarf Sigurður Ingi að víkja og einhver annar að taka við og þeir í Skagafirðinum vilja fá Ásmund Einar sem formann, en hann mjög tengdur kaupfélagi Skagfirðinga. Kaupfélagi Skagfirðinga lánaði honum og föður hans gríðarlega peninga og þeir í Skagafirði telja að kaupfélagsstjórinn getur jafnvel hlutast til það að þetta gerist. Og þá erum við komið með 32 manna ríkisstjórn sem er til að leyfa hvalveiðar, til í að skera niður ríkisútgjöld, til í að stoppa hingakomu flóttamanna og gera margt annað sem að sjálfstæðisflokksfólki og Framsóknarmönnum finnst að VG standi í vegi fyrir. Og ég minntist á Hvalamálið, það var frétt það, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa gert einhverja úttekt á svona lögmæti ákvörðunar Svandísar
það kemur fram að ákvörðun hafi ekki staðist lög. Þetta nákvæmlega sömu rök og Óli Bjarni að nota í sinni grein sem við fjöllum hérna í gær. Og það standa sem sagt spjót að ríkisstjórninni. Jóhann Páll, þingmaður Samfylkingarinnar, hann var með grein í dag, eða hvort það var á Facebook, eitthvað stöð var hann tjásum það að ríkisstjórnin héngi framan að því flokkarnir þyrðu ekki að mæta kjósendum farið í kosningar. Ég held að það sé nú afstaða sem að flestir sjá í hendi sér. Þessi ríkisstjórn var löngu sprungin ef einhver flokkarna myndi treysta sér í kosningar. Það bara treysti sér ekki í kosningar, þess vegna hangir hún saman. Og í þessu áðan, ég var að segja að hverju eru blaðamenn ekki bara að leita uppi hvar er Bjarni og hvar er Katrín og tala stöðun á ríkisstjórninni, að þá það ekki gert. En Katrín rauf þögnina í dag, hún skrifaði status á Facebook og ég held að hún ætlaði að adressa þetta mál. Ég ætla að lesa statusinn hennar, hún segir enn skelfur jörð á Reykjanesi, þó að þetta ætti að vera farið að venjast, verð ég að segja að í hvert skipti er óþægilegt. Viðbragðsaðilar á svæðinu sem og vísindafólk er komið með mikilvæga reynslu og aðdánavert að fylgjast með hvað allir rökkva í gírinn eins og einn maður. Forsætisráðuneytið fer með hlutverk samhæfingar við slíkar aðstæður og í gær var fundur ráðuneytisstjóra þar sem einnig komu inn á fund stofnanir sem málið varðar. Á morgun er einnig fundur ráðuneytisstjóra með sveitarstjórum á svæðinu. Við stöndum vaktina og vonum allt fari vel. Þetta hissaði skildi ekkert vera ríkisstjórnina. En þetta var gosið. Við á Samstöðun ekki mikið að fylgjast með gosinu. Við segjum að við séum meira svona í lífríkinu, ekki í steinaríkinu. En það voru samt áhugaverða fréttir af gosinu og þær eru yfirleitt svona. Það er viðtal við einhvern jarðfræðing og það er spurt er að fara að gjósa. Já, það annarkort gís eða gís ekki. En ef það gís, hvenær heldur að gjósi? Já, það gæti gósið í kvöld eða morgun eða í næstu viku, eða í næsta mánuð eða næsta árið eða næsta árþúsundið. Og svona eru viðtölin aftur og aftur. Auðvitað var þetta sérmennandi og skemmtilegt hérna fyrir nokkrum árum þegar þetta var að gerast í fyrsta skipti. En svo gerist þetta í annað skipti og nú er þetta í þriðja skipti og ég veit ekki alveg hvort að þetta sé svona það sem fólkið í pottunum er raunverulega að tala um. Ég held að svona flestir, fyrir utan kannski Grindvíkinga sem óttast þetta alltaf, að raunir gæti komið þangað á endanum, þó að sé ekki kannski verið að spá svo kröftugu gosi, að þá sé þetta ekki það sem að almenningur er að ræða sín á milli, heldur frekar það hvort að það sé einhver sem er að stjórna þessu landi. Karl Héðinn Kristjánsson, hann fór út á götu og hann var að ræða við fólk mál dagsins. Hann var að spurja fólk Bjarna Ben og spillinguna. Þetta tvennt fer alltaf saman. Heyrum hvað fólkið út á götu sagði þetta. Að fólkið þannig í miðbæ og í Kópavogi og spurði þau út í þróun samfélagsins og spillingu á Íslandi. Nú var Lindarhvols-skýrslan að koma út í dag og fólk er kannski ekki alveg meðvitað það ennþá en við erum svona að fá viðbrögðin þeirra við því sem að lítur út fyrir að vera enn annað spillingamál á herðum Bjarna Benediktssonar. Já, hvað segir, viljið að Bjarni Benediktsson fari? Bjarni Ben má fokka sér. Já. Nú var að koma út Lindarhvols-skýrslan sem að fjármálaráðuneytið er búið að vera að stoppa í 2 ár núna og þar virðist koma skýrt fram að ríkiseignir voru seldar undir markaðsverði og Bjarni að pakka saman. Já, hann hafði þetta pakkað saman fyrir löngu. Sko, þannig kemur örugglega ljós að þarna voru eignir ríkisins seldar á undirverði sem er mjög algeng leið fyrir fólk til að búa til pening án þess að vinna almennilega fyrir honum. Og Bjarni náttúrulega er í forsvari fyrir svoleiðis atburðarás. Hann styður svoleiðis hluti og hann verndar þau sem er að stunda þetta og hefur örugglega stundað það sjálfur einhvern tímann. Þannig að það gerist ekkert fyrir að almenningur vaknar og áttar sig á því að sjálfstæðismenn styðja alveg atvinnuframtakið og frelsi og lýðræði en þeir eru líka að styðja bara sín eigin klíku. Og ef þú ert ekki í klíkunni þá ertu bara úti og þá græðir ekkert á því að kjósa þá. Það ánægði með alþingismennina núna, finnst þér svona þróunin vera góð þar, menningin í alþingismennum? Alls ekki. Þeir veit ekki lett hvað er að gera og við þurfum að borga fyrir það, það er bara svoleiðis. Sko ég hef alltaf áhyggjur því að við kjósendur á Íslandi, við erum að gefa spillingaröflunum allt og mikið atkvæðum í kosningum. Þannig að þau geta alltaf viðhaldið völdum, sko. Svona fámennur hópur, fámenn klíka sem eru með klærnar í öllu og þú veist, þau ekki hafa svona mikið pólitísk völd. Valdið á að vera hjá almenningi, hlutfallslega, skilur. Þannig að ríka 1% á bara að hafa 1% valdsins.
Finnst ykkur samfélagið vera að þróast í rétta átt svona almennt á Íslandi? Upp og niður, það gott og slæmt en svona fyrir meiri partina var þetta búið að fara svolítið niðurleið. Það þarf að taka á spillingunni. Já, segi það. Algjörlega. Finnst þér samfélagið vera að þróast í rétta átt? Ég er nú eiginlega ekki kannski síst af öllu tilbúin að svara því að ég er bara ekkert spurður í því en ég finn það bara á sjálfum mér að ég er að þróast í rétta átt og þess vegna er ég að gera mig vonur að aðrir séu að því líka. Já, það mál dagsins, það Lindarhvoll. Allir Þór Fandal hingað kominn. Velkomin. Herðu, ég að vona til þess að þú geti útskýrt fyrir mér og hlustundum hvað stendur í skýrslu Sigurðar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur barist á hæl og hnakka við að forða því að muni koma fram. Já, ég svona kannski aðeins en þá að melta sko hvers vegna það gengi svona langt í því að fela þetta. En hins vegar kannski það sem að stendur þarna að það ríkisegnir eru seldar á undirverði. Ég held að það kannski svona það mál sem verður örugglega sko reynt að þvæla með sem mest. En það það sem að eftir á skýringar og já, svoleiðis. En það auðvitað það sem að settur ríkisendurskoðandi að skoða og það getur verið að menn hafi verið svolítið viðkomið fyrir því. Það líka... Þetta voru töluvert upphæðir. Við tókum bara 4 dæmi þarna á samstöðinni og þetta munar töluvert miklu. Það verið að selja þarna allt upp í 28% afslætti. Já. Sem að að sumu leyti gjöf vegna þess að sá sem kaupir hlutabréf með 28% afslætti, hann getur umverulega tekið lán fyrir því sem hann leggur út. Þannig að eigið féð hans verður til úr engu. Skilur hvað ég meina? Þannig að það næstuði verið að gefa fólki hlutabréf. Ég meina það auðvitað það sem að verið að gera athugasemd við þarna og það það sem að greinilega menn höfðu ekki á að skoða. Ég skoðaði til dæmis skýrslu ríkisendurskoðanda sem að kom út núna 2020 og það verður nú að segjast að ríkisendurskoðun það nú eitthvað að fara að skoða sjálfan sig vegna þess að sú skýrsla eiginlega sko óþarflega jákvæð og það er algjör óþarfi að hún telji þetta svona ofboðslega vel heppnað án þess þó raun og veru að svara þessu sem að settur ríkisendurskoðandi að skoða. Þannig erum við með 3 ólíka ríkisendurskoðanda. Það Sigurður Þórðarsson sem var náttúrulega þegar ég var ungur, hann var ríkisendurskoðandi hér áratugum saman, minni mig einhvern veginn. Þegar maður var blaðamaður þá vorum alltaf að tala við hann. Hann kemur hérna inn vegna þess að sá sem að varðana var vanhæfur til þess að fjalla málið. Já, vegna fjölskyldutengsla. Já, og svo var skiptum ríkisendurskoðanda. Þá kom ekki þá Skúli Eggert þar inn. Já. Hann að gera þessa skýrslu sem þú ert að tala sem þessi jákvæða skýrsla. En sá ríkisendurskoðandi núna sem að banka skýrsluna dag eftir dag, hann ekki sá sem að bjóti hvítuskýrsluna, sko. Nei. Þannig að við vonum að hann kannski taki upp og sjá að ríkisendurskoðun þannig í vondum málum og taki upp málið. Já, ég myndi allavega að vona það vegna þess að þó svo að þetta séu raun og búið að fara gennum 3 ríkisendurskoðandi þá mjög mikilvægt að maður upplifi ekki eða maður sé ekki að lesa út eftir ríkisendurskoðuna með þetta alltaf sko í kollinum bara býtuð þú veist Það líka merkilegt að hann talar sjóði sem eru ekki ekkert gert grein fyrir upp akkurat 26 milljarða, talar þar svolítið upplýsingagjöf til þingsins, þar kemur það enn einu sinni að upplýsingagjöf til þingsins að það að segja framkvæmdavaldið fjármálaráðherra virðist ekki taka það mjög alvarlega, hans hlutverk í því. Svo eru 10,6 milljarðar greiðslum frá Lindarhvoll sem að ekkit almennilega hægt að gera grein fyrir. Nei, það svolítið mikil peningur. Það ekkit einhver smáægilegu peningur, sko. Og þar nefnir hann til dæmis að stundum, það eru 2 fæstur sem eru með eitthvað svona skýringu, bara eitthvað svona klakkar eða eitthvað, þú veist, engin svona nánari skýring. Það sem líka kannski stóra sagan í þessu, í raun og veru, líka þessi sko
þessi yfirhelming, þú veist, hún er viljandi. Það er mjög vel farið yfir það hvernig sko samskipti ríkisendurskoðanda eða sett ríkisendurskoðanda við Lindarhvoll bara versna og versna. Hvernig Seðlabankinn Þeir byrja að svara honum vegna þess að halda þetta sé nú bara eitthvað venjulegt okkar maður að kanna þetta og gefa okkur svona góða einkunn, svo þegar þeir byrja að sjá að spurningarnar og hvernig þeir harðna, að þá fara þeir og verða bara tregari til þess að svara, þangað til að það er bara skipt ríkisendurskoðanda sem getur þú tekið málið af honum og haldið áfram. Já, hann talar, þetta virkar þannig, og Skúli Eggert, ef ég má klippa fram í þér aftur, Skúli Eggert, þetta er ekki fyrsta skipti sem hann kemur svona einhvern veginn á vegum kerfisins við að stoppa eitthvað. Hann til þess tók við að Indriða Þorlákssoni sem er skattstjóra sem hafði raunverulega keyrt upp svona öfluga deild til þess að skoða stærri fyrirtæki og annað slíkt. Hann var fengið þar inn til þess að sko að eiginlega bara hægja á skattrannsóknum. Já, það er bara þannig. Og svo var hann sjanghæðar yfir til nýs ráðuneytis nýlega. En það er mjög merkilegt sko, hvernig hann lýsir því, hvernig bara raun og veru, í þessari samantækti mikið talað sko aðganga frumgögnum og það virðist bara hafa verið lífsins ómögulegt. Þar nefnir hann Lindarhvol, hann nefnir Seðlabankann og hann nefnir ráðuneytið. Hann nefnir auðvitað líka Íslög sem að því að Íslögurinn eru sér að reka þetta batteri. Þetta var bara svona outsourcað til einkaaðila. Og þar kannski, ég eflaust mun það nú eins og líka með Íslandsbanka ekki, þú veist, vera í aðalpunkturinn en þetta er orðið sko svona eitthvað trend að búa til eitthvað rosalega fína reglur og miklar yfirlýsingar allt eigi að vera vel gert. Svo er sko verður til eitthvað svona stofnun eða eitthvað fyrir bara í kringum þetta er náttúrulega einkahlutafélag. En sko því er enga veginn sinnt að búa til innvið þannig að til dæmis að það verði til þekking hjá ríkinu, því minna þetta starfsfólk sem er þannig að engin opinber starfsmaður. Það eru settar, það er fjallað sérstaklega það í þessari samantækti, það eru settar mjög svona viðamikla reglur starfsemi félagsins og siðareglur og annað slíkt, gríðarlega flóknar, en svo er engin innviðir í batterínu til þess að fylgjast með því. Hvað var þá Lindarhvoll? Ég var nú að halda því fram í náðan að það hefði bara verið skuffa í skrifborði fjármálaráðherra, af því að maður sér að það var að stjórnarna, 3 manneskjur, sem að voru að sýsla með óheyrilegar eignir. Voru það bara 3 manna stjórn sem að síðan gerði eitthvað samning við eitthvað lögfræðistofu út í bæ til að sjá þetta? Já, og fjársýsla ríkisins sér svona bókaldsþjónustu og það er alveg sérstaklega tekið fram í samantæktinni að fjársýslan hafi óskað eftir frekari gögnum og þú veist virðist hafa staðið sig mjög vel. En ekki fengið gögnin? Nei, ekki fengið gögnin. En þetta fyrirbrigði er ekki, þótt þetta heita eitthvað Lindarhvoll EHF, þá er þetta ekki svona, maður geti haldið þetta að vera stofnun eða fyrirtæki, eitthvað svona sem væri sjálfstætt, en raunverulega er þetta það ekki? Nei, kannski ljótt að tala þetta svona, en þetta er svona einhvers konar kista fyrir alls konar eignir sem að ríkið fær, þar að segja önnur en fjármála fyrirtæki. Og marga langar í. Og upphaflega stóð held ég til að Seðlabankinn sæi þetta, svo er verður breyting kemur frá meirihluta, ég held þessi meirihluta efnahagsnefndar, ég man ekki nákvæmlega hvað nefndar, svo til að breyta þessu og láta í raun og veru ráðuneytið skipa stjórnina og annað slíkt. Þetta er í raun og veru, það er margt sko áhugavert við þetta bara eins og með bankasýsluna, þú veist að menn búa til eitthvað svona ímyndaða, þú veist, sjálfstæða einingu. Já, sem að Ríkisendurskoðun núna hefur bent á að er bara hlálegt alltaf fram, því að bankasýslan hefur enga burði til þess að sjá það verkefni sem henni var falið. Ekki eina einustu og sama er hér. Svo eru þetta sko talsvert talað það hvernig þessi hlutir eru metnir. Og það er svolítið svona merkilt, það er raun og veru, og þannig kemur aftur sko þessi tilhneiging til þess að segja ekki satt og reyna sko að hilma yfir. Það er sko mjög augljóst að það er verið að ýkja árangurinn af sölu þessa eigna með því að vera með sko verðmatið á flakki. Það fyrir mjög mikil tími, svona ágætlega stór hluti af þessari samantækt í það að reyna að komast að bara, þú veist, hvert er raunverulegt verðmat af þessu. Það er líka gerð athugasemd við það er aldrei, það er oft sem er ekki sett neitt sko lágmarksverð, þú veist, hvað ætlum við að fá og það er erfitt að fá forsendur fyrir því hvernig þetta er metið. Það er náttúrulega
fjalla þarna til dæmis hvað þetta vöru hérna, algjörlega stólið mig núna, vöru móttakan eða eitthvað svoleiðis sem hérna, og þar verði lækkað eftir að tilboði tekið. Hún virðist Lindarhvoll þeir virðist hafa sko raun og veru tapa á sölun og símanum. Þannig að hérna maður sá það í gröfum sem eru að inni að sko verðið á þessu hlutabröfum hækkar mjög skart eftir að Sala fer fram. Já. Svipað og gerðist með Íslandsbanka í fyrsta útboðinu, þar sem hann selt á, ég maður ekki, var ekki 117 eða eitthvað. Og þá voru það alltaf það var 90 og eitthvað, það var langt undir sko 100. Þarna í fyrsta sem að þótti svo vel lukkað í dag. Að þá var verið að reyna að þjarka það sko fram eftir öllu ári að verðið hefði verið eðlilegt, þetta verið gott. En það var selt með sko stórkostlegum afslætti sko. Þannig að það sama aðferðin notuð í Íslandsbankasölunni og í þessu. Já, og þetta svipað aðferð og það sem svona svolítið hættulegt við þetta, og ég veit að þetta verður ekki vinsælasta umræðefni, en sko, þú veist, hvernig sko yfirbragð, faglega vinnubragð misnotað til að fela í raun og veru bara, þú veist, þetta bara eins og brask og brall eitthvað, þú veist, þetta bara, þeir eru að senda ykkur að e-maila þarna og bara tjekka á þessu. Ef þú vilt gera vel, þá þarftu auðvitað að, þú veist, þú ert að fjárfesta í því. Það bara þannig, það ekkit endilega eitthvað sjálfstætt markmið að vera ekki með starfsmann eða þú veist, skilur hvað við. Þetta hefur verið gert út allan heim þegar orðið svona efnahagskreppur og hrun, að þá eru eignir teknar til ríkisins og yfirleitt reglan svo að það búið til fyrirtæki í kringu það sem hefur þolinmæði vegna þess að menn vita það að eignir sem að rökkva í fangið á ríkinu við hrunið, að það meðaltali og langflestar munu hækka í verði yfir tíman. Og ég man einu svona rakst því á mann sem að vann í svona fyrirtæki sem hafi verið stofnað í Svíþjóð eftir bankakreppuna 1991. Þetta var árið 2005 og hann átti svona nokkur fyrirtæki eftir. Þannig að þá voru liðin 14 ár. Þannig að menn hefur bara þolinmæði til þess að ná sem hæsta verði að því að menn að vinna fyrir almenning. Verkefnið ekki að taka eignir sem að rökkva í fangið á ríkinu og skópla þeim til okkur að vinna sína sem allra fyrst. Eins og sumir sagan í Lindarhvoli. Sko. Ég menn eins og við gert hérna og það bara beinlega gert að markmið að gera þetta hratt. Það til þess að einhver fái uppsætið eða hvað við viljum kalla það, en ekki almenningur. Já, og það ótrúlega merkilegt hvernig það einhvern veginn kemur inn hérna hjá, minna að sé bara við setningu lagana. Og það, þú veist, það ekkit raun og veru farnir rök fyrir því, heldur alltaf, og þetta svona típist hérna, það alltaf verið að búa til einhverja svona minniháttar áhættu, eins og þú veist, hér það sem áhættan sem eru að vara þar við sko að það geti verið hérna svona hagsmunaástæður að starfsfólkið kannski vilji bara halda þessu lifandi og gangandi, þú veist, þess að hérna fá áfram. Og starfsfólkið í símanum eða í einhverjum aðeins fyrirtæki? Nei, starfsfólkið í Lindarhvol, sko, en svona það var ekkert starfsfólk þar, sko. Eins og var gagnrýnt þarna félagi sem að lífeyrissjóðnir áttu og keyptu illa flugleiði. Íslandir eða hvað það heitir. Að þá var að vera kvart yfir því að það væri að byrja að lifa svo lengi að þau væri bara á jötunni sjálf. Já, og það hefur verið talað þetta varandi slíta, eða þrotabú og annað slíkt, sko. Og þetta alveg vissulega áhætta, en hér samt, þetta sko 400 milljarðar sem verið að sýsla með, þannig að einhvern veginn, þú veist, ég ætla nú ekki að fara einhvern veginn að afsaka það að menn sé að lifa af þessu árum saman, en þú veist, þetta bara þetta engar upphæðir í neinu samhengi. Og stóra áhættan auðvitað að menn geti tekið einhverja snúninga eða fengið eignir frýtt. En langtíma áhættan því líka, þú veist, aukin samþjöppun í íslensku viðskiptalífi, að menn komast í þá stöðu að geta bara stýrt hérna. Þannig að... Og það voru þeir sem stuttu eftir hrun sem höfðu peninga til þess að kaupa þetta, voru náttúrulega ekki stór hópur. Nei. Og það þarf að hafa það í huga að þegar þú ert að selja ríkiseignir að þú ert ekki, þú veist, það ekki þannig að allir siti við sama borð, þú veist, það bara þannig að einkavæðin gagnast þeim sem eiga pening fyrir eða hafa aðgang að fjárafli. En sko, það sem líka svo merkilegt í þessari skýrslu þú veist, það raun og veru sko, þú þarft
það þarf að vera eiginlega bara eitthvað að þér ef þú heldur að þessi skýrsla sig ekki afhjúparinn og sko mjög svona skipulaðar tilraunir til þess að þegja málið í hel vegna þess að Ríkisendurskoðun sko fær ekki aðgang að frumgögnum, það einhvern veginn ekki að setja neitt sko almennilegt skipulag utan það að hann, þú veist, hvernig hann fær gögnin, það þú veist, að slita stjórnirnar, þær telja sig ekki geta afhent gögnin vegna samkomulags við Seðlabankann, svo tekur það rosa tíma að fá það aflétt, þú veist, öll skjalavistun og allt saman hjá lögfræðistofu sem að ekkit út í bæ, ég meina hún líka bara lögfræðistofa hjá í raun og veru framkvæmdastjórunum eða þannig þetta sett upp og svo auðvitað þessu, ég meina þessari samantekt, þú veist, þingið búið að hafa þetta heil lengi. Það hefur verið mikið barátta það. Þannig að þó svo að auðvitað sko sé það sem var verið að leyna að hér var verið að selja eignir á undirverði og þetta var ekki gert með mjög svona faglegum hætti. En það sem að kannski stærra máli í svona til lengri tíma að þetta svona enn ein röksemdin fyrir fólk til að treysta ekki kerfinu. Þú getur einhverjum ekki treyst því að fjármálaráðherra segir satt. Það er svo sem held ég margir búin að átta sig á því fyrir löngu. Þú getur ekki treyst því að stjórnsýslan í kringum þetta sé almennilega og getur ekki treyst því að Seðlabankinn, þú veist, veiti upplýsingar og það er mjög hættulegt. Ég meina það þýðir ekkert fyrir stjórnmálamenn að vera einhvern veginn alltaf að kvarta yfir því að enginn hlusta á neitt og svo mikið vantraust og að verða alltaf allir brjálæðir. Ég meina hvað fólk búið að þurfa að verða brjálað til þess að þetta komi fram og svo auðvitað bara en það sem þú ert að segja að þeir aðilar sem þú taldir hann upp ekki að vinna fyrir almenning heldur fyrir eitthvað allt annað þannig það bara við erum bara í einhverju fyrirbrigði í þessu samfélagi sem þeir sem að fara með vald almennings ekki að vinna fyrir almenning. Já, ég líka að segja bara að þú veist þetta ekki klúður, menn þú veist, þetta verið viljandi að fela sig á baki klúður. Þetta svona vopnavætt inkompetens eða þú veist, vanhæfni. Það sama með Íslandsbankasöluna, mjög hættulegt að tala um þetta að vera mistök, þetta voru ekki mistök. Nei. Það var ákveðu viljinn var að koma eignunum í hendunar á þessum aðrum. Já, á undirverði. En þú veist, það er til dæmis áhugavert í þessu, ég meina þetta með hennar hraða. Þú veist að rökin fyrir þessum hraða fyrst og fremst það að við völd stjórnmálaflokkur sem þolir ekki að ríkið eigi neitt. Nei. Ég meina þú veist, þetta bara eitthvað svona hugmyndafræðileg rök. Þetta, þú veist, og það skiptir engu máli til eða frá hvort þetta tekur sko 3 ár eða 5 ár ef það að ná fram meiri hagnaði fyrir ríkið. Ekki nefnum og sért sjálfstæðarflokkur sem vill bara losna við þetta. Það var bara ávinningi sjálfum sér að koma ríkisegnum eða almenningsegnum í hendunar á einkafyrirtækjum sem allra fyrst og það skiptir þar leðandi litlu máli hvað borga fyrir það. Ég meina það verður svona nokkuð ljóst. Svipa á Bankasýslan sagði að röki fyrir því að hefur lukkast vel var að verðið hækka svo mikið eftir sem að frá þeim sem að horfa á frá hagsmunum almennings það að eignina voru seldur á svo hraklegu verði. Þess vegna hækkaði bara leið og eigninu skráð. Og fjármálaráðherra hefur reynt að benda á það að hlutur ríkisins orðið miklu meira virði núna en það skiptir engu máli nema ríkið ætla að selja þetta ef maður getur líka bara tekið hagnaðinn. Það var alltaf sama virði, það breytist ekki þótt að vera skráð í kaupilinni sko. Það var ekki til neitt peningur, þetta bara sama eignin sem þarna. Og þetta skiptir þetta engu máli nema ríkið ætli sér að selja þetta. Þú ætti að segja líka að landsmenn ættu aldrei að fela Bjarna Benediktssyni að fara með þau völd sem að fer með í dag. Já, sko, þú veist, ég hef náttúrulega reyndar lengi ekki haft mikið álit á Bjarna Benediktssyni. Mér veist vera mjög mikill fórnarkostnaður fyrir þennan ráðherrastól hans. Við erum náttúrulega núna í þeirra aðstöðu að vera með ríkisstjórn sem sprungin en þú veist einhvern veginn neitar að fara. Það hefur þurft að kæfa fjölmiðlaumfjöllun til þess að hann geti náð ágætis árangri í kosningu. Lögbann á miðla. Á stundina það hafa sprungi fjöldan allar á ríkisstjórnum, það þvílíkar afskriftir á öllu sem hann hefur komið nálægt og það er búið að svelta kerfinu og annars slíkt. En ég ætla nú að ég leyfi mér bara að ganga þess lengra núna. Ég meina þessi samantekt bara þú veist enn eitt dæmi þess að það bara of dýrt fyrir samfélagið
að vera að setja fólk sem hefur aldrei áunni sem einn árangur sjálft. Þetta bara vegna fjölskyldutengsla og vegna þess að það hérna einhvers konar bjarnavenda nefnd við sko full störf allt árið við að halda þessi manni þarna og þetta kostar okkur of mikið. Þetta mjög hentugt fyrir suma og til þess að hann geti verið þarna áfram. Og mikið þá í merkingunni að þú ætti að segja að það verið 400 milljarða eignir. Ég var að nefna dæmi 28% undirverð, þá erum við að tala 100 milljarða. Já, ég er líka að tala þú veist, kostnaði bara eins og til dæmis að kosningaþáttaka geti minkað vegna þess að fólk treystir ekki kerfinu. Þú veist, við hættum að trúa því sem að sett fram af yfirvöldum. Þú veist, þetta skaðar ríkisendurskoðun. Þú veist, getur Seðlabankinn verið skaðaður og ég meina allt þetta mál þar sem að sko einn maður hefur einhvern veginn þurft að vera að reyna að þrýsta á að vinnan hans byrt. Ég meina þetta hefur auðvitað gríðarlegar afleiðingar. Það skiptir alveg máli jafnvel á Íslandi þar sem við þekkjumst öll og svona að kerfið svona njóti en það allavega sé ekki verið að láta fólk hafa sko bara svona rök fyrir því að vantreysta kerfinu. Það er líka kostnaður. Stærð fréttarinnar í dag sem að birtist fyrst, það var ekki skýrslan, heldur það að Sigurður Þórðarson er búin að senda þetta til ríkissaksóknara sem að þýði það að hann metur það og ég þú horfir á feril Sigurður Þórðarson þá var hann sko, ég veit ekki hvað, virtur, góður og gegn embættismaður áratuga skeið. Hann skoðar þetta mál og kemst að því að það er saknæmir hlutir á ferðinni. Og þetta er gert inn í eitthvað sem við getum kallað bara skúffu í skrifborði Bjarna Benediktssonar. Svona, sko, ef við myndum ímynda okkar þessi frétt væri í Þýskalandi eða Bretlandi eða Hollandi eða Danmörku, þá er þetta risa frétt. Já, og þegar við sátum inn að síðasta þá var hann Ásgeir, þá nefndi hann einhverja mynd sem fjallaði sko hvernig upplýsingum sko ákvörðun að fara í stríð var lekið. Þú veist, það var svona sambærilega dæmið. Ég meina, þetta er auðvitað risafrétt, þú veist, og á sig marga anga. Ég meina, það er verið að stela eignum almennings. Það er það sem er í gangi. Og það er það sem að Sigurður er að kæra. Já. Hann er að kæra sjófnað. Þú veist, þetta er saksónari fer með sko saknæmt athæfi. Þetta er ekki ríkisendurskoðun sem er að tala að eitthvað hefði misfarist í skjalavörslu eða eitthvað slíkt. Hann er að tala eitthvað sem er saknæmt. Hann hlýtur að telja það. Ég meina, hann telur ekki að menn hafi, þú veist, eitthvað svona aðeins klúra skjalavörslunni, sko. Þetta er saknæmt athæfi. Og hann eins og þú ert að benda á, hann verður náttúrulega var við viðspyrnuna þegar hann er að reyna að fá þessu upplýsingar. Þannig hann sér hvað er í gangi og hann gengur frá þessari svona áfokaskýrslu. Og síðan er hann búin að vera að reyna að berjast fyrir því að hún verði gerð opinber. Bara býst við bara eins og svona borgari sem að finnst það að einhverju upplýsingar sem hann veit að það verða að verða opinberar. Því að almenningur verður að fá að sjá hvað var gert. Og þegar hann er búin að berjast fyrir því árum saman og búin að gefast upp fyrir því að þá fer hann með þetta til saksóknara. Já, það sem að já, það er kannski skrítið að tala þetta eins og þetta sé eitthvað rosalega óvenjulegt. Þetta er þetta óvenjulegt, en svona, þú veist, á heiðalegt fólk að vinna. Ég meina, eitt af því sem kemur fram í sko rannsóknarskýrslu Alþingis til dæmis eftir bankahrunið er að það komu, sko, menn vissu af alls konar hlutum sem voru mjög skringi, en menn litu bara alltaf að, já, þú veist, þetta er ekki á mínu borði. Og þá verið að tala þessa ábyrgðartilfinningu sem þetta hafa. Þannig að, ég veit ekki, ég meina, þetta er bara í raun og veru hetjulegt á honum, sko. Ég meina, það er margir sem væri búin að gefast upp og ég meina, þetta er, þú veist, fullt af fólki sem hefur fylgst með þessu máli bara orðið þreytt á þessu, hvað er þetta, 5 ára, þetta er svona 5 ára dæmi. Svo er hann náttúrulega á eftirlaunum og er fjárhagslega sjálfstæður og getur gert þetta, kannski einhver fertugur starfsmaður, kannski skuldugur og fjölskyldu og annað slíkt. Veit að ef þú stígur upp á móti þessu valdi að þá er þetta ekki verðt á Íslandi þessum eftir er. Nei. Það er þess vegna sem er svo mikil spilling á Íslandi sem ekki nær fram, þess að fólk veit og hefur lært að þeir sem að stíga fram og segja frá henni, að það bitnar á þeim. Það er ekki tilviljun að stjórn Transparency er að mestuleyti, hún býr mikið úti og það er ekki tilviljun að fyrirverandi stjórnarmenn búa líka úti og eru þar í góðum störfum en fá ekki að... Þú nefndir Ásgeir Brynjar, það er ekki tilviljun að hann sækir hér störf og fær ekki störf. Nei. Því hann
talar heiðarlega. Já, Ef þú talar heiðarlega þá þeir útýst út úr íslensku kerfi. Já, það hérna, sko og það líka náttúrulega eitt sem að skiptir alveg máli hérna, ég meina hvernig kemst þetta loks fyrir sjónar almennings? Það bara þingmaður sem að bara leggur þessu. Bara birtir þetta í raun og veru. Og það var mjög þakkarvert. Eins og ég skildi samtalið við hennar, þá sagðist hún að það fengið þetta í pósthólfi þingsins. Og eins og kom fram í fréttinni sem var í viðskiptablaðinu að þeir voru með erindi Sigurðar til ríkissaksóknara. Þannig að eintaki sem að Þórhildur Sunna birtir ekki eintaki sem að hún sá í forsætisnefnd, heldur eintaki sem að Sigurður sendir henni í pósthólfið og hún bara birtir eins og skott. Já, enda þetta bara... Þannig að allt talum það að hún sé að bregðast ykkur trúnaði bara hlægilegt rugl. Já, það bara algjört rugl. Hún fær þetta bara sent í sitt pósthólf og þar leiðandi, þetta ekki... Ég vissum að verið gert hellingur úr því en og það svona kannski tilraunin til þess að sko það sem mun gerast núna að það verður talað að forsíða Morgunblaðsins morgun muni snúast eitthvað trúnaðarbrest Þórhildar Sunnu, ekki málið. Það sem mun gerast núna að fyrsta sem verður talað, það verður byrja á því að tala að sérunur ekkert í þessu, ekkert nýtt sem hefur komið fram. Maður hefur séð það og ég sá það bara mjög oft þegar ég var blaðamaður sjálfur, ég man til dæmis að landsdómsmáli var, að þá var sko tönglast á því að það væri ekkert nýtt að koma fram fyrir í vitnaleiðslunum og satt nú í gegnum það mál og það kom nú ýmislegt þar fram. En það eitt sem verður gerð. Svo mun vera örugglega að tala mikið að það sé það verður svona reynt að flækja þetta með söluna og verðmatið. Það nokkuð ljóst á þessari samantekt að þú veist að menn voru ekki einu svona sammála verðmatið á þessu, sko, voru alls konar skilgreiningar, en árangur til dæmis Lindarhvols bara ýktur með því að nota mismunandi tölur og telja fram. Svo verður þetta gríðarlega áhersla á það að á það sem verður kallað leki. Þetta ekki leki í þeim skilningi. Það þannig að sá aðili sem að bara skilda að komast til þingsins hefur verið að berjast fyrir því. Það algjörlega á hreinu að forseti Alþingis hefur ekkert vald til þess að birta þetta ekki. Og og þarna ákveður bara annars vegar settur ríkisendurskoðandi að sinna sínu starfi og svo ákveður bara þingmaður að þarna sé bara, hann sé þarna sé hann bara með réttin til að birta þetta sem algjörlega rétt. Það fráleitt að halda því fram að þetta séu ekki upplýsingar sem erindi til almennings. Það algjörlega galið og það hefur ítrekað komið fram og það eru 3 lögfræði álit sem að segja það. En þetta líka áhugavert kannski út af því að þessi tilraun að vera alltaf að leyna þessu, þetta kemur fram einhvern veginn í öllu. Til dæmis var mikið látið fyrst eins og að mætti ekki birta kauplistan af þeim sem keyptu Íslandsbanka og ég veit að þetta ekki alveg sama máli en þetta mörguleiti svo líkt. Svo einhvern veginn rósar ráðherra sér fyrir það að hafa nú bara ákveðið með sjálfum sér að gera þetta. Svo þegar FME sáttin kemur, þá til dæmis sér maður alveg vísbendingar það að þetta kemur frá Íslandsbanka. Þeir voru búin að lofa ykkur að nafnið þyrfti ekki að koma fram sem höfðu náttúrulega enga heimild til. En það sem þetta gerir náttúrulega líka bara aftur að þú býr til, þú veist í raun og veru að færa markið, þú veist bara það verið að selja ríkisegnir og allir vita það að það á að vera gert gagnsætt og opið og við eigum rétt á að vita hvernig það fór fram. Svo færir einhvern veginn markið allt í einu, þú veist, og það það sem líka að gerast að það búið að tefja þetta mál svo rosalega til þess að birta ekki þetta. En samt þegar maður hugsa út í það, þá voru menn náttúrulega búin að geta sér til þetta. Ég meina það hafi verið málsóknir út af þessu. Lindarhvoll fekk til dæmis úrskur á sig hjá úrskurðarnefnd upplýsingamála. Þeir höfðu talið að þeir getu lofað fólki nafnleynd við söluna sem að auðvitað var ekki. Þannig að þetta mál kannski því miður mun, þú veist, einhvern veginn, þetta fer í eitthvað svona hít, sko, þetta það verið að engaða bankan aftur og menn hafi ekki lært neitt. Svo þetta og vissulega kannski fer þetta fram fyrir nokkrum árum en menn lærði ekki einu sinni að svara kallinu þegar að koma einhverjum athugasemdir. Og stóri lærdómurinn, og svo skal ég hætta að tala, að eftirlit bara eitthvað svona djók í huga yfirvalda. Og maður sér þetta, ég einhvern tímann tók mig til og
og kortlaði sko eftirlitsstofnanir í Íslandi og ég svona held út í skjali og svona, allar eru þar einhvern veginn fjársveltar, marga þeirra hafa þurft að tala um umberlega, svo er verið að þrengja getuna þeirra og Þú sagðir áðan að Sjálfstæðisflokkurinn vildi ekki að ríkið ætti neitt. Sjálfstæðisflokkur vill heldur ekki að ríkið hafi eftirlit með neinu. Þau kallar þetta eftirlitsiðnaðinn og telja að vera bara markmið í sjálfu sér að veikja það, veikja skattrannsóknir, veikja samkeppniseftirlit, veikja allt eftirlit til þess að þeir sem að fara með eiga penningana geti nokkuð veginn gert það sem þau vilja. Það er bara stefnan flokksins og þetta er ekki að klappa fyrir þessu á landsfundum. Já, og þetta er náttúrulega kannski, þetta er líka þegar þú myndar ríkisstjórnarsamstarf þá þarftu að velta því aðeins fyrir þér með hverjum ert að fara í samstarf með. Ég meina þetta er stefna þeirra. Herðu, talandi um pólitíkina, heldur að þingmenn og svona forystu fólk í VG séu að lesa þessa skýrslu í dag og velta fyrir sér, þú veist, getum við haldið þessu áfram? Ég vona það. Það hefur nú samt reyndar verið mín reynsla af samskiptum við stjórnmálafólk er að það hefur oft minni áhuga á þessu heldur en þú myndir halda. Á spillingu? Nei, bara pólitík almennt. Þó það séu stjórnmálamenn sko. Þannig að ég gerir ráð fyrir að þeir sem að hafa tamið sér það að mæti vinnuna, þeir séu að því og þetta verður til umræðu. En ég verði eiginlega viðurkenna að ég held að hinni séu bara í fríi. Ok, herðu. Kæra þakkir allir fyrir að koma hingað og fræða okkur skýrsluna sem að birtist í dag. Við ætlum að halda áfram að tala þetta mál, kannski frá öðru sjónarhóli, að Sigurjón Magnús Egilsson, blaðamaður og bróðir minn, hefur komið hérna 2 síðustu vikur að tala pólitíkina, af því að okkur grunar að það sé eitthvað að skella á. Ég ætla að tala við hann svona pólitísk áhrifin að þessu máli hér eftir augnablik. Það er ákomið að pólitíkinni með Sigurjóni Magnúsi Egilssyni sem að ég kynni hér sem fyrirverandi þingfréttamann og ritstjóra miðjunar. Herðu, þú komst hérna fyrir, held ég, 2 vikum eða eitthvað leys. Já, fyrst. Og þá hafði fólk samband við mig og sagði, þetta var svo skemmtilegt spjalli hjá ykkur bræðurum að þið að gera meira af þessu, þannig ég bæði að koma aftur. Já. Að hluta til að því að ég vil gera öllum til geðs. Er að hluta til vegna þess að ástandið í pólitíkinni er einhvern veginn þannig að mér fannst svona sniðugt ef við myndum hitta svona reglulega kannski í viku þess að maður hefur svona tilfinningunni að það sé eitthvað saga í gangi sem er svona merkilegt að fylgja eftir sko. Sem er í gangi núna. Já, er það ekki svona óskrifuð saga? Já, ég segi það. En þetta eins og var ég á fréttatímanum og þá svona sumar og þá fekk ég eitthvað svona þegar maður er með gammalt fréttanef þá fekk ég eitthvað svona, við verðum að fylgja eftir bandarísku kosningabaráttunni svona almennilega og það var í aðdraganda þess að Trump var kosinn og ég fekk Magnús Helgason með einhverjum, ég man ekki hvað það var 15 vikna fyrirvara að skrifa eina frétt í viku af því að það væri eitthvað stórkostlegt að fara að gerast þannig að þetta er svona þessu sem ég er að nefna þetta að fá þig svona til þess að koma einu svona í viku af því ég var tilfinningunni að við séum að fara í gegnum einhverja atburðarás sem áttur að verða eftirminnileg og athyglisverð og endurinn verður óventur. Já, nú ætla að segja reitt, sko, að því þú sagði ég fyrirverandi þingfréttamaður. Þegar ég var á þinginu, að skrifa frétti þaðan, að þá var það þannig að það voru mikil átök í viðeyjarstjórninni og það voru svona kreppa á staðan og fjárlög voru erfið og allt þetta og mikla krísur, sko. Það voru átök milli krata og sjálfana. Og ég er að fylgja og innan kratana á milli Jóns og Jóhannu já, svo innan líka, já, en þarna á milli þessara flokkana var þetta svona, svolítið harka og þá sagði einn ráðherra Sjálfstæðisflokksins við mig hvar er mogginn, segir hann ég veit ekki, á hverju spyrir mig hvað mogginn er
þá segir hann, nei þetta svo dæmigjört að þegar sjálfstæðisflokkurinn á í einhverjum erfileikum þá hverfur alltaf moggin. Þá hætta þeir bara að reyna að fiska fréttir eða gera eitthvað með það og bara hvar moggin og hvernig verður moggin sko núna þegar öll spjót að beinast að þeirra mönnum. Sko. Það nú svona tíðindi kom úr mogganum, það var grein Óla Bjarnar í gær. Já. Hún var svona tíðindi. Já, og svo það eitt sem að moggin gerir núna. Það var ekki ritstjórnefni Morgunblaðsins. Það er moggin með svona sérstaka aðferð núna til þess að fjalla þessi mál. Já. Þá það þarna blaðamenn moggars sem að tala hvort við annan, ýmist í dagmálum eða í podcastættinum Þjóðmál. Já. Og núna í gærkvöldi voru þeir með þátt í Þjóðmálum, þar sem Andrés Magnússon og allt saman voru 3 blaðamenn Morgunblaðsins. Það sem voru að tala að það væri eiginlega óþolandi fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera í þessari ríkisstjórn. Já. Og sérstaklega óþolandi eiga nokkuð samstarfið Svandísi. Já. En þetta tímabil þar sem að væri verandi ríkisstjórn með VG væri bara búið. Þannig að mér finnst það svolítið kostulegt að því að þeir ekkert kannski svo mikið að segja fréttir af þessu, en þeir hittast alltaf, þetta svona sami strákaklúburinn, það var ein kona með þeim núna, sami strákaklúburinn sem að talar alltaf svona pólitík og þeir hafa verið að tala þessa ríkisstjórn eiginlega bara niður. Út af borðinu? Já. En... Og það úr hægrinu hefur líka komið að við erum átt að sjá svona tón í öllum þessum nafnlausu pistlum viðskiptablaðsins sem þeim dugar ekki einir stakstirar, ég held þessu með 7 eða 8 svona nafnlausa skoðana Já, það þá jafntefli, stakstirar sko daglega sko. Nei, þetta alveg mjög mikið af þessu. Já, það sem að svona skjóta á andstæðinga sína, mikið, en þeir hafa verið að tala og skamma Bjarna fyrir framúrkeyrslu, mikinn halla á ríkissjóði, afleita stjórn á ríkisfjármálum sem að sjálfstæðismenn kenna VG að megi ekki skera niður. Bjarni sko fjármála efnahagsráðherra, þannig að ef ekki einhver illa í efnahagsmálunum, þá horfum við fyrst á hann, það ekki? Já. Þetta svolítið viðkvæmt við hjá þeim, en stundum sko opnaði sig bara og skjóta fast á Bjarna og það gerir Davíð oft sko. Já, og Davíð hefur gert það. Og Óli Bjarni, hann hefur ekki gert það. Það er okkur tíðindi, Óli Björn fyrir það er svolítið tíðindi í greinin hans í gær, vegna þess að hann hefur verið að gagnrýna ríkisstjórnina, hann gerir það með þeim hætti, hann skrifar okkur grein og er að tala stefnu Sjálfstæðisflokksins, sem yfirleitt sko algjörlega skjörn við það sem að ríkisstjórnin er með. Þannig hefur gagnrýnin hans alltaf verið. Ég held að skrifa þessa grein einu sinni í viku. Í gær, þá allt í einu hættir að þessu og bara talar að þetta sé það bara trösti sér brotið. Já. Þannig að... Já, mér finnst svona stílinn hjá Óla Bjarni líka verið að sá, hann vitnar svo oft í sjálfan sig, sko. Já. Eins og ég skrifaði 2009 eða eitthvað og sagði þá. En nei, þetta er ekki að ganga út frá þessum vísu að æðsta fórusta flokksins hafi vitað af þessari grein og lesa hann áður nú fór í birtingu. Ég veit ekki. Erum við að vita svona hver tónnin er í sínu þingmönnum? Þetta er þingflokksformaðurinn, þetta er svona sko, annar valdamesti maður flokksins. Þegar að ákvörðun Svandísar lá fyrir, þá ruku þingmennirnir upp með hans Teitur sem ég held að það fyrirverandi aðstofamaður Bjarna. Það var allt saman örgulega gert með góður í blessun Bjarna. Svo velti maður fyrir sér að því að þetta fjaraði svolítið út. Þú sér það hvernig Vilhjálmur Birgisson lætur. Hann eiginlega lætur hann að byrja hvað átti ekki að vera einhver andof gegn þessu og hvað eru eiginlega þingmenn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins. Já, sem kom á fundinu á Akranesi og töluðu sig hása. Já. En svo núna þá bara það farnir að sviðinu. Þannig hann talar svolítið þannig og þá velti maður fyrir sér já, allir Bjarni hefur sett svona hatt á þetta að þetta sé ekki tíminn til að gera þetta. Svo kom greinin hjá Óla. Já, sem er mjög ákveðin. Mjög. Já, og segir okkur kannski það sem að við vissum náttúrulega. Þetta er búið að vera alveg hörmungar ástand. En það munur á því hvort að þingflokksformaður sé að segja þetta. Það er málið. Eða einhver Teitur sem er nýkominn á þing. Já. Það munur á því. Já, það er bara það, ég segi sko, þingflokksformaðurinn er svona stórt embætti í hvernig flokki, nema kannski í miðflokknum, það er bara Bergþór Ólason. Hvor er það? Er það Bergþór er einu formaður, einu þingflokksformaður. Já, þannig að þeir eru alveg fá tvöföld laun út á allan þingflokk. En Bergþór skrifar í morgun, sko, þessi tilbúnir inn í ríkisstjórnina. Já, þeim dugar þá að fá það 2. Já.
Mér veit það svo fyndi, sko. Þá verður þetta tveggjaflokka stjórn, sko. Bergþór fyrir heim í Sjálfstæðisflokksins og Sigmundur Davíð yfir í Framsóknarflokkinn og þá er þetta tveggjaflokka stjórn. Heldur að Framsókn vilji fá Sigmundur Davíð? Nei, ég segi bara svona, ég er að leika með, sko. Sigmundur, hann studdi, hann er guðfaðir minnihlutastjórnar. Hérna þegar að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar fjall í febrúar, að þá fekk hann var utan þings. Já, búin að taka við formennsku. Já, bara daginn eitthvað. Þetta er bara enn í mútum. Já, og þá lofaði hann að Framsóknarflokkur myndi verja þessa minnihlutastjórn vantrausti. Ef það eru kosið. Með skilyrðum. Það eru kosið. Já, með öðrum skilyrðum sem þau stóðu svo ekkert við. Já, segir hann, en hverju voru þau? Ég man ekki, þegar ég var með sprengisand, Þetta voru náttúrulega bara einhverju 2 mánuðir, sko. Já, hann vildi eitthvað sem að ég skal, það var eitthvað svona, hann var súr út í þau. Já. En ég ætla ekki bara að vera súr við niðurstöðuna, því að hann reiknaði náttúrulega ekki með þegar hann gerði þetta, að þessi 2 flokkar næðu hreinu meirihluta. Það var aðalega súr út í það, sko. Því að svona leikurinn hans að ná fram kosningum náttúrulega mistókst. Hann náði að bæta fylgi Framsóknar eitthvað. En það duði ekki. Þannig að hann satt uppi með þessa ríkisstjórn. Og naut sín reyndar vel í stjórnarandstöðu með Bjarna Benediktsson. Þetta er blómatímabil Bjarna Benediktsson, nýorðin formaður og ég held að mælist upp í 40% í skoðanakönnunum í stjórnarandstöðunni. En síðan er ekki... Svo myndaði ríkisstjórn. Eftir að 2013. Eftir að Sigmundur Davíð hafði raunverulega stólið kosningasigrinum af Bjarna á síðustu metrum. Já, 2013. Ólafur Ragnar forseti, hann fór strax í Sigmund Davíð með umbóðið, stjórnarmyndun umbóðið. Það var sigurvegari kosningana sem hann var. Já, og þar var þessi fræga ríkisstjórn til, sko, sem var svo hraklaðist frá. Síðan löng saga og þá er spurningin. Ég vissum að hluti af Sjálfstæðisflokknum myndi alveg sætta sig við þetta, að fá þá þarna inn. Þeir vilja skera niður, þeir vilja harðar aðgerðir til þess að gegn hælisleitendum. Þeir vilja margt sem að Sjálfstæðisflokkur vill. Og raunverulega... Sem von þeir eru það. Já, þeir eru það. Og maður sér það eitt í þessu. Þegar maður skoðar spurningar til þess að innflytjendamál og annað slíkt, jafnvel réttindi transfólks eins og var birt daginn, þá er kjósendahópur Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins alltaf alveg eins. Þannig að þetta eru flokkar sem eru að sækja nákvæmlega sama fylgið, þótt að sé kannski örlítið blæbrigðamunur á hvernig þið tala, sko. Bjarni stimplaði sig þar inn á Bessastöðum og tröppunum á Bessastöðum. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn myndi geta sett sig við þetta með því að skipta á Miðflokknum og VG bara daytime, nighttime, anytime, bara myndu þeir segja. En hvað myndi Framsókn segja? Ég veit ekki, ég finnst þau eitthvað svo viljalaus og sem bara, er það ekki veik fórustadar bara, er það ekki bara hálf viljalaus? En þau hljóta að velta fyrir sig, býtu, ef að Sigmundur verður hér ráðherra við þetta borð við hliðina okkur, verður eitthvað friður milli okkar og hans? Þau hljóta að velta því fyrir sér. Já. Jó, það er svona... Það er svo klauf Framsóknarflokkin. Það er nú þannig að hagsmunirnir taka alltaf yfir hugsjónir, sko. Hagsmunir vikta alltaf meir en hugsjónir, sko. Að það eru hagsmunir til að halda áfram í ríkisstjórninni og halda áfram ykkur samgönguáætlun sem mann er alltaf svo fyndið, svo stenst þetta ekki neitt. En það er... Húsbyggingarnar, það var daginn að hann var að hafa 4.000 íbúðir ári, hann er allan á 2.500. Já. Nei, en þá kannski, sko, ég veit ekki, er það ekki. Há losnað 3 ráðherraembætti, forsæti sem að... Bjarni tekur. Já, og Þórdís Kolbrún fjármála. Fjármála, þeir fái líka Nei, það verður, þeir eru að playa þarna. Sjálfstæðisflokkurinn? Já, Framsókn er alveg buguð þarna. Og svo koma þeir sættast á hvað sem er maður, bara það get ekki báður að ráðherra. Ég má vitna í sjálfstæðisdrengina sem eru alltaf orðið kallar bara, sem eru að tala hvort við annan. Miðaldradrengir. Já, miðaldradrengir. Þeir eru að tala hvort við annan vegna þess að þeir fá engan viðmælanda. Og þeir sögðu sko eitthvað þá verið að þeim upplöðu það að Framsóknarflokkurinn væri svona að brosa til vinstri núna.
þeir sæju fram á það að ef það eru kosið, að þá myndu þeir, náttúrulega, það er erfitt að sjá, annarkvæmt verður Kristrún að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki eða Framsókn. Og þannig ef hún myndar ekki ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, að þá þarf Framsókn að hugsa, myndu okkur líða betur í ríkisstjórn með Samfylkingunni og einhverju dóti öðru, hugsaði líklega. Flokka kraða ekki svo fjármálaráðurinn sagði. Eða með Sjálfstæðisflokknum sem að það er rosa sterkt taug í Framsókn sem að lítur eiginlega á Sjálfstæðisflokkin sem náttúrulega samstæðsaðila. Ég tók eftir þessu í kosningabarðunni síðast. Þegar það var svona orðið ljóst að ríkisstjórnin verið að lifa, að þá eiginlega svona skynjaði maður eiginlega taugina á milli Sigurðar Inga og Bjarna Ben verða til. Og þeir voru algjörlega sannfærðir það. Bara að maður sá það á göngulægin á þeim. Að þeir veru playerarnir. Þeir myndu ákveða hvernig ríkisstjórnin yrði þarna næst. Er það ekki? Þeir gerðu það. Já, þeir voru líka svo Framsókn mældist vel í skoðanakönnunum og þetta. Já. Þeir náttúrulega er ekki bara best að kjósa Framsókn, bara er það tvöfaldaði fylgi þeirra. Eins ótrúlegt og það nú er. Sama fólki bara með nýtt slagorð. Maður sá það svona Maður sá það svona miðjan ágúst og svo fram til september. Að þetta var það sem Framsókn vildi. Það voru bara ótrúlega ánægðir. Og maður sá það bara svona á því hvernig þeir töluðu við Sjálfstæðisflokkin og Sjálfstæðisflokkin, að þetta voru þeirra svona náttúrulegu bandamenn. Vildu vera með þessum ríku svona sem betur klæddu og svona, vera þar, fína fólkinu. Það er bara miklu betra, það er miklu betra að vera í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Þá fáum við frið frá Mogganum og RÚV og öllu þessu SA og öllu þessu batteríi sem Sjálfstæðisflokkur hefur kringu sig. Það er bara skjóla að vera þar. Ef þú ert í einhverju vinstrirstjórn, þá ertu með allt stabilismentið á mótið þér, kerfi vinnur á mótið þér, dómstólandi vinnur á mótið þér. Svona hugsa menn líka sko. Þannig Sjálfstæðismenn voru að segja það í gær að til þess ástæða, það eitt sem að menn sáu við það að fara í samstarfi við VG var það að þá yrði verkalýðshreyfingin til friðs ef þú ert í ríkisstjórn með En af hverju heldur það? Af hverju halda þeir það? Af því að þeir trúðu því að VG væri sósíalískur verkalýðsflokkur með tökun í verkalýðshreyfinguna. Eru þeir ekki einir þá? Núna. Ég er ekki eins og vissum að VG talið þannig sko. Nei. Þeir, miðaldra drengirnir, þeir töluðu svona. Og eina ástæðan fyrir því að þetta dyði ekki lengur væri að Sjálfstæðisflokkur færi ekkert út úr þessu að vera með VG. Ekki einu sinni sko frið frá verkalýðshreyfingunni. Þannig að til hvers eru þá með þá. En ég held þetta snúist Framsókn. Annars Framsókn þarf að hugsa. Það er ekki bara í sögunni Smári, þá er þetta búið að vera Framsókn og byrni báðar áttir og þetta verið oftast til hægri. Já. En þeir geta bara ólíkir á tóli, fara bara til hægilega vinstri, bara til að henda hverju sinni. Þeir hafi ekki verið í vinstristjórn síðan 1988 til 91. Það Steingrímur Hermannsson með Alþýðubandalaginu og Alþýðuflokknum og síðan Borgaraflokknum. Þar áður er það ríkisstjórnin sem sprakk, það er ríkisstjórnin sem sprakk 78 og þar áður er það ríkisstjórnin 71 sem sprakk eftir 3 ár. Þannig að það er ekki mörg dæmi að Framsókn vinni til vinstri sko. Nei, sko þar fyrir þann hafa þær engan Steingrímur Hermannsson sko. Nei. Hann var snillingur. Og var meiri vinstri, hann brosti frekar til vinstri heldur en Halldór Ásgrímsson eða Sigurður Ingi. Ég upplifa það bara sem stæka hægri menn báða tvo sko. Já. Ég hitti Halldór ekkert löngu á hann dó og þá féllst hann á það, ég mætti taka við sig viðtal og okkur fannst ekki liggja neitt á sko. Og svo bara dó hann bara skömmu síðar. En hann sagði mér reyndar ýmislegt en ég veit ekki hvað ég gera með það sko. Hann sagði, mikið flokki sinn sko. En nei, þetta er alveg rétt sko. Hann var náttúrulega sko, við tölum að síðast líka held ég, það er 2009 þegar Sigmundur Davíð og kosin formaður og þeir kom inn Sigurður Ingi og fleiri sko. Þá er þessi flokkur að sækjum aðild Evrópusambandinu. Svo bara þetta var arfleið Halldórs sko. En Sigmundur náttúrulega farið með flokkinn og svo náttúrulega með miðflokkin núna miklu lengra til hægri heldur en þú veist, Steingrímur Hermannsson hefði getað ímyndað sér að eitthvað Framsóknarmaður gerði sko. Já. Þetta er náttúrulega bara komið eitthvað út í móa myndi sko Steingrímur Hermannsson upplifað það. Móa með kjöttakið.
Herðu, en eitt yfirbútt, þegar Framsóknar hugsa, að því að ég held þetta sé, þetta svona hagsmunamat hvers flokks fyrir sig. Þú veist, það er orðið erfitt að færa rök fyrir því að það sé gott að vera í þessu ríkisstjórn. Það er bara, þú veist, til þess að hætta, þá þurfum við að fá okkar betri í staðinn. Kostningar við okkur verið straujað yfir okkur, hugsaður hlusti, sko. Og en þá það ef við getum farið inn í svona annars konar ríkisstjórn. Og það held ég sé fyrst og næst Sjálfstæðisflokkurinn sem hugsa það og Framsókn. Þess að Framsókn þarf að velta fyrir sér. Kannski getum við grætt meira á því að fara í kosningar og reyna að ná ykkur að þessu ekki bara best að kjósa Kristrúnu tilbaka. Ólíklegt. En þá kemur ein spurning. Ef við förum með Sjálfstæðisflokknum í þennan leiðangur og tökum inn kannski miðflokkin eða flokk fólksins, þá sittum við uppi með að vera áfram í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og við erum búin að taka allt þetta högg á okkur, allt sem við unnum fyrir okkur og það eyðilegðist í þessu andskotas Íslandsbankamáli Bjarna Benediktssonar. Og núna í dag Lindarhvolsmálið að springa í andlitið á ríkisstjórninu og Bjarna. Hver vill vera í ríkisstjórn með Bjarna Benediktssoni með alla þessa skandala sem að ganga í boðafullum yfir ríkisstjórnina? Sko, Smári, í mörg ár hefur Bjarni þurft að vera með ótal marga bolt á lofti, einmitt. En nú eru svolítið ekkin að detta svona... Nú kom 1-2 boltar í viðbót, þá bara, hvað hann góður í þessu? Hvað getur hann haldið mörgum boltum á lofti? Hvað er Bjarni? Hann alltaf ekki á vinsanginni, maður. Sólgleir og kókusnett. Ég veit það, hann hefði ekki sérst lengi. Hann nýsti þessu eins og sem svona góða líf verið að liggja á vindsang í sundlaug í Flórida. Já, hann var að saka ykkur aðra þetta. Já, að dreyma það. Svo hann bara sjálfur í einhverjum, hann ekki sérst eitthvað eða heist í honum í langa tíma. Heldur þessi ekki á landinu? Nei, ég veit ekki. Við veitum báðir að ef við varum að stýra einhverju ríkisstjórn, þá værum við bara eldan uppi, sko. Reyna að fá komment frá honum ástandið. Og værum að segja reglulega frá því ekki náðist í Bjarna. Talið að Bjarni sé í Flórida. Það var eins og Davíð Oddsson gat verið óbúslega erfiður og sérstaklega okkur á Fréttablaðinu sín tíma, en að ná honum á vettvangi, bara hitt hann bara í lækjagutinni, þá svaraði hann alltaf, sko. Þú vissir alveg Davíð var inn í húsinu, gasbeðið og eitthvað svona, en hann svaraði alltaf þó hann væri megin illa við Fréttablaðið. Vildi ekki láta mynda sig á flótta frá blaðamönnum? Nei, ég held að hann, sko, gekk þó ekki lengra en það, sko. En þetta þarf að athuga með Bjarna og svo Þórdísi sem varaformaður og Óla Björn sem þingflokksformaður. Þetta hlýtur alltaf að fara bara að opnast bara. En þeir vil ekki láta ná í sig. Ég trú ekki að þessi stefna Morgunblaðsins, þótt að þjóðmáli hlaðvarpið er náttúrulega ekki beint undir mokkanum, þótt að sé alltaf bara mokkamenn sem eru þar að tala saman. Það getur ekki verið stefna blaðsins eða blaðamennir til að tala hvort við annan pólitík, sko. Þeir ljóta að vera að reyna að ná í þingflokksformanninn og formanninn og varaformanninn. Nei, ég var að segja ráðan. Einn ráðan spurði mig, sko, hvenær var það? 1992, 93? Hvar er mokkin? Það er bara mokkin hverfur þegar Sjálfstæðisflokkurinn á bátt. Ég held að það er ekki breyst. Já, það var þegar Þórdís Sunna birti skýrsluna, þá voru allir fjölmiðlar með hana. Já. Sumir vísuðu bara inn á pirata.is, aðri voru búin að sækja hana. Moggi var bara með 2 örstuttar málsgreinar að hún hefði birt þetta, hver voru rökin hennar, vísuðu ekki svona á skýrsluna. Nei, svo kemur þetta núna, svona allir þessir Brynjarar og þessi gæjar, sko, að hvað hún sé ömurlegur þingmaður og var ekki síðanendir, eini dómur síðanendur Alþingis var á hana. Já, og það nú blæs þetta allt upp eins og er búin að láta, sko, með Kristrúnu Frostadóttur undanförðinu, sko. Það taka eitthvað fyrir skrimsladeildinni bara, Finnur eitthvað svona að það hefði ekki verið rétt að byrta, væri rétt að byrta skýrsluna, það verður aðalspurningin, sko. Já. Ekki hvað er í henni. Þetta má ekki. En þetta er náttúrulega út allan heim, ég manst eftir þegar þeir sóttu skjölin til Trump, þá voru meðal annars skjöl sem voru sóttar, sem að voru undirbúning Bandaríkja hers á stríð við Íran. Já. Og svo var maður að fylgjast með þessu í fréttunum. Það var allt fréttin það að kallinn hafi haft þetta heima þessur. Ekki hvað stóð sem maður myndi að halda. Voru þeir bara konið svona á því að bara fara í stríðu við Íran. Ég myndi að hætla það væri aðal fréttin. Og því eru ekkert fylgt eftir, ekki eins og heimspressunni. Engin á því. Og Moggi mun fjalla þetta fyrst og fremst sem að Þóroddur Sunna sé að bregðast trúnaði. Fari aftur fyrir byltingin, það verður stóra málið. Hún fer fyrir síðanefnd Alþingis, það mun eitthvað kæran þangað. Hún ferði þar áður. Já, þekkir það. Og við síðanefnd Blaðamannafélagsins. Já.
Nei, þetta er mjög skrítið ástand, þetta er eldvitt. Eiríkur Bergmann var í hádeginu og hann vildi meina, ef ég maður þetta rétt, að þetta væri bara 12 ríkisstjórnir nánast, að hver ráð þeirra væri ekkert að byrja sig upp við aðra, ekki eins og vopnakaupin, pældi í þessu Ekki Hvalurinn. Nei, ekki Hvalurinn. Það var kynnt undir liðnum önnur mál þegar að margir ráðherrar voru farnir, meðal annars Bjarni Benediktsson. Þannig að og það er náttúrulega þegar þú ert með 12 og þetta er náttúrulega kerfið þannig, þetta er ekki fjölskipað stjórnvald eins og sagt þannig að ríkisstjórnarsamþykktir það bara að byrja að kynna þetta og hver ráðherra fyrir með sitt mál, en þegar að límið á milli er farið, að þá náttúrulega verður svo augljóst að þetta eru bara 12 ríkisstjórnir, hver bara á sinni siglingu. Þetta er nú samt þannig að Sigurður Ingi Jóhannsson, hann leyndi því aldrei þegar hann var sjávarútvegsráðherra og kom með frumvarp til breytinga á kvótakerfinu eða fiskveiðistjórninni, að þá beitti Sjálfstæðisflokkurinn neitunarvaldi og hann sagði þetta bara við mig í viðtali, að bara þeir beittu neitunarvaldi, þeir bönnu honum að leggja frumvarpið fram, þeir myndi aldrei samþykkja þetta og svo verður hann forsætisráður þessari sömu ríkisstjórn eftir sömu vindrismálið og þá er ég líka með hann í viðtali og segja, nú er orðinn forsætisráður að þú ræður öllu, það er ekki að leggja frumvarpið fram. Nei, ég ætla ekki að gera það. En það er bara, þá var Sjálfstæðisflokkurinn bara búin að banna það með öllu, Þannig að ég held að, ef eins og Svandís, ef hún hefði sagt þetta, eða við fyrsta mál á dagskrá ríkisstjórnarfundarins, þá þetta mál kannski farið öðruvísi. Nei, ég veit ekki. Jú, þá er svo... Ég held hún hafi komið með þetta í lokin vegna þess að hún ætlaði að ná þessi gegn. Já, ég veit það. Ef hún er komin þetta fyrst. Já, hún ætlaði bara að þessi minnstar hindranir, ég ætla bara að ná þessi gegn og þess vegna sitt í þetta rannum mál. Þegar Bjarni er farinn. Já, þörskuldin er farinn. Allir snúðandi búnir og allir svona farnir. Þá ætlaði að koma með þetta. Já, ég held það. En það var þetta, og mér fannst það strax þetta kom fram, að auðvitað er þetta byggt á niðurstöðu fagráðs. En að því að það kemur svo fljótt, hún fær það á niðurstöðu einn daginn og þetta er búin að ákvæða sér daginn eftir. Ég tengdi þetta bara strax við þennan bægslagang Bjarna á tröppunum á Bessastöðum. Þar sem hann var raunverulega að svona, því að þegar að þessi ríkisstjórn myndu fyrst, 2017, og þá var maður að tala við fólk í VG sem var að reyna að réttlæta þetta. Og ein réttlæting var svo að við verðum að vera þarna inni því að annars verða hér bara svona fasísk ríkisstjórn sem mun brjóta á réttindum hælisleitenda. Þannig að við verðum að vera þarna inni. Þannig að ég er að nefna þetta vegna þess að það er svolítið mikil atriði fyrir VG að ríkisstjórn sem þeir eru í fari ekki nógu slæmt þegar það eru myndir af löggunni að taka flóttafólk upp úr hjólastólum og barnið við bánsan og allt þetta, en að ríkisstjórnin sé að boða það að einhverja stórkostlega stefnubreytingu þessu máli frá Bjarna Benediktssyni má þola það ef að dómsmálaráðherrann er að paksa þetta einn. Ég held þetta hafi verið miklu alvarlegra fyrir VG að hlusta á þetta og þeir hafa hugsað býttu er þessi ríkisstjórn ekki bara að springa? Þá er best að bara gera eitthvað þú veist að við getum ekki bara play dead. Já, Svandís lék þannig svona varnarsóknarleik og kom svona við hjarta á þeim að stórríkur útgerðarmaður skuttlaði í Moby Dick. Það var þannig sem að þeir eiga rosalega erfitt með að þola. En Bjarni talaði líka var ekki hann sem talaði flóttamannabúðir bara sem næst flugvellinum hann talaði að Alþingi hefði brugðist, máli var orðið stjórnlaust og gaf svona í það. Hvað það var að tala hann talaði flóttamannabúðir sem reyndar, það sagði mér eitthvað að Jón Gunnarsson talar flóttamannabúðir, ég man ekki hvað orða en núna er þetta eitthvað leiti inn á borðinu hjá Guðmund Inga Guðbrandssyni í VG og þá er þetta að tala þetta sem eitthvað svona þjóðarbúðir eða eitthvað. Það er búið að finna eitthvað svona fallegt nafn á þetta. Eitthvað annað. Já, þetta er ekki flóttamannabúðir. En það lítur alveg út, Þetta er sama hugsun. Sama hugsun og sömu tæki, eða sömu græjur og heita eitthvað annað. Ég hugsa að hvort allir ríkisstjórnin springi fyrir að fara að kjósa
þarna rétt í keili. Þá getur við, þá getur þú svarað sem pólitískur álitsgjafi, svipa á jarðfræðingarnir gera. Það eru augljóslega hræringar og það er ekki víst að það verði gos. Þetta geta verið hræringar, það getur verið gangurinn sem er bara gangu upp og hætti áður en það er yfirborði. Og miðað við síðustu skipti, að þá hefur verið svona hræringar í 3 skipti, þá gauðs í 2. Og þú getur sett það sama. Að miðað við þessi djöfulgangur sem gengur á þessu ríkisstjórn, við höfum séð annað eins, stundum springur þetta, stundum ekki. Það er ekki til neins, Smári, þetta er við erum í mjög erfiðri stöðu. Við? Nei, þjóðin. Já, þjóðin, já. Þessi óða verðbólga, ég var að sjá bara, afborgan er eitthvað svona, óverðtryggði vexti, að einhverju íbúi, 500.000, ég veit bara óheyrilegt, sem fólk er að glíma við út all land, maður. Eitthvað svona tómt bull, að þið verðum búin að missa tökin á efnahagsmálunum. Við verðum með mikið meiri verðbólgu, mikið hærri vexti heldur en löndin allt í kringum okkur. Við sláum öll með. Húsnæðiskerfið er í rúst. Algjörlega. Og bara virkar ekki. Nei. Akkur þegar þarf að byggja, þá er ekkert byggt. Já. Það er vandi í heilbrigðiskerfinu, það er vandi í menntakerfinu, það er bara skröltir. Sveitafélögin eru að fara á hausinn. Mörgur, já. Ráð ekki, þú veist, annarkvæmt fara á hausinn eða þau bara sinni ekki verkefnunum sínum. Þannig að þú veist. Sem eru lögbundi verkefni eins og þjónustu að falla. Það er eitthvað ósmekklegt að draga það alltaf út úr, Já, óþolandi. Eins og þessi föllum að kenna. Já, einmitt, það er margir aðri liðir í þeirra starfsemi, Þetta er næstuðið sama tala og að kenna flóttamannum það. Það er sífellt að tala að þetta sé allt föllum að kenna. Það er bara svo ósmekklegt, að því að málefni fatlara, hvað hættu sem að tala um eitthvað annað, það er bara þetta heild, það er ekki að taka eitt út úr, en það er ekki svo mörg ár síðan að það var góðsinn tíð hjá sveitafélögunum. En þau verðast bara ekki öll að hafa nýtta sem svo vel því að þau koma mörg hver alveg stór skuldu inn í þetta ástand sem er núna. Ég held að standi sér öll bara illa og sérstaklega náttúrulega þeir sem skulda mikið, þetta er fljótt að tikka inn vaxtahækkunum. Já, þetta er alveg hrikalegt ástand. Sjálfstæðisflokkurinn, honum leiðist í ríkisstjórninni. Já. En það er ekki, við áttum okkur ekki alveg á því, maður myndi svona halda að ef Bjarni fengir á það, að það myndi bara settlast einhvern veginn, það myndi bara halda áfram í ríkisstjórninni, ég held að nenni ekki vesininu sem fylgir því að sprengja ríkisstjórnina, mynda nýja eða fara í kosningar. Ég held að ráðast ekki í. Ég held að Lindarhvols skýrslan verði hans endalegi banabiti. Já, að hans flokksmenn nenni ekki að verja hann. Nei. Eigið öllum kröftum í það alltaf. Já. Og hann er svo önur og leiðilegur í þinginu og lætur þingmenn bara í taugarnar og segja hvernig er þið klæddir eða hvernig er þið ganga eða eitthvað þín í garbaðingurinn, þetta er ekki alveg lengur vinnustaf fyrir hann. Þannig að það er vilji inn í flokknum að sprengja ríkisstjórnina þó að það sé ekki sterkur vilji hjá Bjarna sjálfan. Já, ég held það. En það er enga líkur til þess að ríkisstjórn verið sprengt og skiptu fórust í leiðinni. Það er ólíklegt. Framsókn er í vanda. Þeir eru náttúrulega... Hvaða vanda? Við erum búin að missa helmingin af fylginu sínu. Þegar þú ert í bara hlaup, þú ert að hrynja niður fjallið, þá er erfitt að vera með eitthvað svona hugarfærið hvernig það þarf að komast upp aftur. Þetta er flókið. Þetta er flókið staða fyrir Framsókn. Já, við munum það síðast þeir stilt upp í Reykjavík, Ásmundur Einar og Lilja Dögg, þetta svona. En ég eins og staðin er núna þá eru þau bæði úti úr Reykjavíkurkjördæmunum, vildi ég. Já, það eru kosið núna, þetta þingi. En þetta eru baráttu fólk, bæði hafa ábyggilega metnað til þess að enda sem formenn. En þetta er svona, það er ekki margir flokkar sem eiga svona 2 auka við hliðina á formanninum, sem eru sterkir svo þessi 2. Nei. Sjálfstæðisflokkurinn náði ekki hvað með Áslaugu Örnu og Þórdís Kolbrún, hún er náttúrulega. Ég held að Áslaug Arna sé njóti miklu meiri svona persónu fylgist inn í Sjálfstæðisflokknum heldur en Þórdís. Það gerir líka. Já. Og mér finnst líka Áslaug Arna, hún hefur átt svona fína sirpur á þinginu og svona, hún er mælsk. Þegar orkupakkamáli var hjá Miðflokknum, þá var hún stundum að atast í þeim,
gerði bara vel, sko. En ég ekki viss að Sjálfstæðisflokkur myndi treysta henni til þess að fara í gegnum einhver svona ólgusjó, ekki Þórdísi Kolbrúnu, ekki neinum öðrum heldur að vera Bjarni Ben. Þannig að ég held að Bjarni Ben verði þarna bara. Já, ég nú lengur sagt það, sko, Bjarni Ben situr uppi með Sjálfstæðisflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn uppi með Bjarna, því það er engin annar til að fara í gegnum svona... Sem ekki staðan í Framsókn, en þess að Framsókn gæti skiptum og annarkvort veðið á Ásmund Einar sem vinsælastur ráðherrana, barnamálaráðherran. Eða Lilju sem var einu sinni vinsæl, en það ekki alveg lengur. Nei, en samt alveg eins að þessi hveða núna. Já. Herðu, þá eftir hinn flokkurinn. VG. Nú kemur Lindarhvols-skýrslan og VG búin að éta skít og búin að éta Íslandsbanka skít. Og nú bara, þau heldur kannski þau var í sloppin. Þá kemur bara eitt fati viðbót af nýjum skít. Sem allir vissa kæmi, sko. Þetta var bara spurning tíma hvenær þessi skýrsla er þið opinberuð. Þetta bara... En ætlar Katrín að koma í kvöldfréttunum í kvöld og segja að ég byrjum fullt trausti Bjarna og þetta sjáum ekki betur en að þarna hafi allt verið staðið vel að öllu sölum ríkisegna undir hans stjórn. Gerum það? Já, sem mikil trúnaður milli þeirra þriggja þetta bara. Ein heild, sko. Ég veit ekki. Hún verður að fara fylgja Svandís í einhverju svona smá fæting við Sjálfstæðisflokkinn. En þá springur ríkisstjórnin bara. Já, þá gerum það. Bara ef hún segir ekki þetta sem ég var að segja þá springur ríkisstjórnin. Já. En ef hún gerir það, þá er hún líka leið bara búin að koma sér í burtu, sko. Ef hún segir, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir bæði varðandi söluna á Íslandsbanka og söluna á eignum Lindarhvols, að þá augljóst að við erum að hafa hér Alþingi, það að skipa rannsóknarnefnd til þess að fara ofan í þessi mál. Þá er ríkisstjórnarflokkinn. Sem eiginlega eina setningi sem hún ætti að segja, sko. Sem forsætisráðherra. Það er svo alveg merkilegt, sko, að hún sé forsætisráðherra í þessum litla flokki, svolítið gott hjá henni. En hún verður að svona fara aðeins til fortíða með sjálfa sig. Og hvað finnur þú þar? Nei, í stjórnarandstöðunni þá var hún allt öðruvísi, hún var kröftu og... En hún hefur lítið verið í stjórnarandstöðu. Það er nefnilega gleymist það, sko, að frá 2009 og nú 2023, hvað er þetta mörg ár? 14 ár. Á þeim tíma hefur VG verið ríkisstjórn í 10 ár. Það er bara, sko, er ekki bara Sjálfstæðisflokkur sem hefur verið lengur. Frá 2009? Já. Því að það er skiptist á ég held að það er eitthvað svipað. Því að það fyrir 5 ár frá það er Framsókn hefur verið 9 ár á þessu 14 árum. Jónustjórnin náttúrulega. Já, hún var í henni, það er 4 ár. Já, 4 ár og svo 6 ár með þessu. Hún er búin að vera 10 ár og 14. Framsókn hefur verið 9 ár af 14 og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í 10 ár af 14. Þannig að VG er alveg sami, þú veist, höfundur eftirhruns árana eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að ég er ekkert viss að ef Katrín fyrir eitthvað að leita að einhverju upphafi hún finnur bara Katrínu ráðherra. Já, ég var með í huga þarna kröftugu ræðuna að fólk gæti ekki byggja eftir réttlætinu að koma strax. Þetta er svona álíka mikið og bréfið hans Bjarna, sko. Það er það ekki. Þetta er eitthvað svona vörður sem að fólk gleymir ekki, sko. En VG, gæti þeir hugsa sér svo að við bara, nú verðum við því að svo er eitt í þessu. Þau geti ekki sprengt í ríkisstjórnina, þau eru alltaf búin að sjá þessu skýrslu. Þannig að þegar hún birtist, þá getur ekki alltaf sagt, eitthvað og ég sprengir ríkisstjórnina þessu. Því að þau eru búin að sjá hana. Já, þau eru búin að sjá hana. Þannig það er bara falskt, þú kemur allt inn og þykist neykslaði núna. Já, því að við fáum að sjá hana. Já. Það er rétt í öður. Það bara gengur ekki. Nei, það gengur ekki. Ekki í takt. Hvað á flokkurinn að gera? Hann er alltaf búin að missa trúverðuleikann, það er bara þannig. Að stóru leyti, þetta er þarna fólk inni sem bara stendur með sínu liði. Þú veist. Eins og oft er, sko. Eins og oft er. Fólk bara, þegar KR fellur í aðra deild, þá mætur þú samt á völlin. Það er hannig. Já, því einhvern veginn var hún í viðtali mér og þá segið þetta er svona metnaðarlausasti flokkur. Það er alltaf sama þó að minnki og sækka bara aftur seinna, sko. En hún talaði svolítið þeim tíma, sko.
Nei, ég veit ekki, hún náttúrulega, nefnum hún hætti bara í formennskunni. Varst þú ekki með spá síðast hvaða formenn? Já, ég var að spáði ekkert að þau myndu verða leiða sína flokka í næstu kostingum og þá er ég náttúrulega að gera ráð fyrir að vera kosið þarna hvað er það 2025. Já. Ég held að Katrín, og líka því að það er náttúrulega sem að ég held að fólk átti sig á sko góðu fylgi samfélgingana núna að því að fólk er með svo mikla athygli á persónum í pólitík. Ég var hérna með Ólaf Þórn Harðarsson hérna í vikunni og hann er alltaf að tala gegn þessu. Hann segir að bara allar rannsóknir sýna það að sko persónur þetta skiptaði máli en ekki þessu máli sem að fólk heldur. En ég held að fólk sem er í pólitík og þú ert sjálfur player í pólitík að þú ofmetur alveg rosalega hvað hérna þú hefur mikil áhrif og allt slíkt. Þannig að fólki sem er að meta þetta sjálft, það horfir á sko áhrifin af því á persónur. Og ef þú horfir á sko þegar samfélkingin skiptur og fær ferskt andlit að þá gengur það mjög vel. Ég nefndi áðan að var blómatími Bjarna Benediktsson sem formanns í stjórnarflokksins hafi verið þarna í stjórnarandstöðunni í 2009. Já, það var nýr, er í stjórnarandstöðu, gengur vel, komin með flokkinn upp í 40%. Það er svona ferskur andi, nýr sjálfstæðarflokkur sem var búin að koma okkur, gera okkur gjaldþrota. Bara 2 árum seinna er bara 40% af þjóðinni bara til að kjósa. Þetta er svona skiptum andlit. Fólkið í VG Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að hugsa þetta. Þú veist, við getum ekkert farið í næstu kosningar með Katrínu Jakobsdóttur, það skiptir máli hver stjórnar út úr kjörtímabilið sem að segja okkur, það skiptir alltaf engu máli hvort hún stjórni. Við fengum ekkert út úr því. Eða með Bjarna Benediktsson, með hérna Lindarhvol hér og Íslandsbankasöluna hér og bara með hvert ekkið á fætur öðru. Hérna Sigurð Inga sem að eins og þú lýstir sko, er svo bara séu kona niður einhvern veginn. Já, mjög það. Það er með einhvern veginn sko hinnum. Svona, eins og eitthvað sagði, þau eru svo hjón sem er að skilja, Bjarni og Katrín og Sigurð Ingi er svo skilnaða barni. Ég veit ekki með hverju hann taka afstöðu sko. Sem bara báðum finnst einhvern veginn að hitt hafi komið með sem barnið hins. Svona óskilgetið barn. Það er ekki koru. Mér finnst Framsókn vera svolítið svoleiðis. Það er svona, munaðalus einhvern veginn, þetta er ekkert. Ok, en ef þetta er rétt hjá mér, að inn í flokkunum sé svona, ég meina þetta verður ekki fórustu fólki okkar í næstu kostingum, að þá hugsa þau hvert fyrir sig, að leiðin fyrir mig til þess að halda henni áfram er að sprengja ríkisstjórnina, þannig að það sé of seint og fara í kosningar, þannig að það sé of seint að skipta. Já, en Sigurður Ingi heldur völdum í Framsóknarflokknum með því að fara í kosningar. Já, með því að fara í kosningar, já. Og sko þetta er ekki svona frestur illu bestur hana. Ég held að sko þetta alltaf fresta sko að kosningum eða slíta ríkisstjórninni, segja það. Að ég held þetta vesni bara sko. Já. Þú segir að lætir sem er í þessu núna og hvað við erum í hásumri. Já. Mitt sumar. Já. Þetta er mjög óvanalegt. Þessi dagar ársins, ég er ekki. Það er ekki. Já, en þetta er mjög óvanalegt að sé svona mikil hiti í pólitíkinni. Á þessu tíma? Já. Fólk á bara að vera sko, þetta er nefnilega málið sko, það er svona gangsterar eru í ríkisstjórn sko, sem eru að höndla með ríkisignir svona fram og tilbaka sko. Og fela upplýsingar. Og fela, já, og vil ekki byrta þetta, já, og áður verið með sko, fram við kostningar að byrta einhverja skammir og svona sko, þetta er, fólki er búið að fá nóg að þessu og það er bara, ég held að þetta Ríkisstjórnin er dáin, þú ætti að segja það. Ríkisstjórnin er dáin. Já, það er ekkert mýt að segja lifandi döð. Þetta er bara eins og Eiríkur Bergmann segja, þetta er bara eins og bara hver ráðherra er bara hver ráðherra. Það reyndi ekkert ríkisstjórnafundi, þeir eru bara hver í sín áttina, sko. En svona, þannig ástand getur náttúrulega ekki varað mjög lengi, sko. Sérstaklega ekki ef það eru sko átök, og það eru átök. Það eru það. En samt er eitthvað, eins og tölum við áðan, Villi Birgis sko, hann bara, hvar er þið núna þetta með norðvestu kjördæmi sem að töluðu sér hás á fundinum upp á Skaga, svo er þið bara farnir bara eitthvað, kannski á vindsengina með Bjarna, ég veit það ekki. Fullt af fólki á þessari vindseng. Já, Bjarni kom með þessa samlíkingu upp til mann sjálfur. Nei, það er hérna,
auðvitað Villi Birgis fyrir miklu vonbrigðu með þetta. Fólki kemur þarna og talar, sko. Og hérna, og svo gerist ekki neitt. Bara ekki neitt. Teitur Björn Einarsson. Það er samt mikið að gera, sko. Við höfum hist hérna núna þrissuröð, það voru bara 2 vikur á milli þessara tíma skiptið. Það er búið að gerast gríðarlega mikið í pólitíkinu á tíma. Já. Það er hérna ráðherraskiptin og Bessastöðum, það er Hvalamálið, það er hérna Íslandsbanka skýrsla fjármálaeftirlitsins, núna legur Lindarhvols skýrslan. Já. Og svo líka hérna, mér finnst mjög svona að því að hérna, núverandi ríkisendurskoðandi, hann leggur svo áherslu á það bara hvers getur svo kemst nála hlunum að bankasýslumennir geta ekkit haga sér eins og gerðu, sko. Nei. Þeirra er ábyrðin og þetta eru strákarnir hans Bjarna, sko. Algjörlega. Já. Þegar hann segir þetta, ríkisendurskoðandi, hann segir ábyrðin stoppar ekkert Íslandsbanka. Ábyrðin er bankasýslunar. Þá hann er eiginlega að segja að svo enda náttúrulega ábyrðin hjá ráðherra. Þannig er það bara. Það er bara Alþingi fól þessum manni að selja. Alþingi fól þessum manni að selja og hann seldi þetta með þessum hörmungar aðferðum. Það var hann sem ber ábyrðina. Já. Og svo gera þeir bara Gimme 5 bara besta einkavæðing í Evrópu. Þetta er skrýpalegur. Þeir er svo glaðir með bankasýslunni. En alveg eins og það stundur gaman að hlusta á ungu miðaldra mennina í Mogganum tala saman þegar maður fær svona óminnaði hvernig er talað í bakarbyggjunum. Hvernig sko bankasýslan talar söluna. Þannig er samtali bankasýsluna við Bjarna hvernig það var. Mér finnst þeir óma það. Þeir myndi ekki tala svona ef þeir upplifðu það að þeir fengju, engan stuðning frá ráðherranum eða einhverju baklandi, þá myndi þeir ekki vera svona hoppandi gátir. Já, og sjálfum glæðir. Þeir heyra, strákar, það er engar áhyggjur af þessu, sko. Við ætlum að stofna þetta nýja hvað heitir það? Eignasýslan? Fyrirtækjasýsla. Þá á að bankasýslan að vera nýtt formað í hvernig haldið utan eign ríkisins í bönkunum. Og það var bankasýslan áður. Nú á stofnað fyrirtækjasýslan sem að getur líklega verið kannski hendarinn bara brefi ríkisins í Landsvirkjunu eða eitthvað og bönkunum. Og þar verður bankasýslan geymt. Og þar verður þeir bara í góða málum? Ég held að. Þessum eru svona, nei, alveg, þeir eru ótrúlega kokki eins og þeir séu bara, þeir voru nýbúin að fá sko svarta skýrslu frá ríkisendurskoðun, ríkisstjórn er búin að tilkynna að þeir eru lögð niður, en þeir allt í hennu bara, eins og gói og kokk, alveg rosa kátir, það er bara þegar þeir vita. Já, þessi leikir grínmynd. Já, þeir, og ef þetta verið mafíumynd, sem þetta er oft gott að hugsa, að þá er það sem að Bjarni segir við þá, þið seldu bankan til þeirra sem að við vildum og ekki láta það ekki láta ykkur detta í hug eitt skipti að ykkur refsa fyrir það. Við refsum ekki þeim sem að gera rétt. Við refsum þeim sem að gera ránt. Já, svona einhvern veginn er þetta. Þetta er svona. Er það ekki? Jú. Já, það er svona, sko, þessi tengsl Bjarna við viðskiptalífið er náttúrulega stórhættulega, sko. Já. En við vorum að tala Vinstri græn. Katrín Jakobsdóttir, ef hún er ekki, þá er mér finnst varaformaður bara veikur. Það finnst það öllum, ég held að honum finnst það líka, sko. Hann gæti aldrei tekið við þessu. Nei, hann hefur ekki pólitískt. Nei, það skiptir náttúrulega máli. Það er stundur sagt Sjálfstæðisflokkinn. Það er alltaf kosið í Heimdalli og kosið í Sús og allt þetta, að þegar sko fólk fer inn á þing eða verður ráðherra, þá verður það bara að gangi gegnum einhver svona pólitíska, allavega baráttu og kosningar og eldskírnir eitthvað neins. Og það er náttúrulega vantar í Guðmund Inga, mumma eitthvað. En það vantar ekki Svandísi. Nei, hún er náttúrulega Dóttir Svava Sveinssonar sem var nú aldeilis baráttumaður. Hún er ábyggilega hlustað á pólitíska innrætingu alveg frá föðursins. Alla tíð. Og hún er þannig náttúrulega. Mér finnst hún að því að við erum gamlir bróðir. Að þá finnst mér hún svona skemmtilegri stjórnmálamenn að þessari tegund. Mér finnst hún svona, minnir mig bara á stjórnmálamenn fyrir tíma, sko. Og mér finnst hún bara að vera svona pólitískur svona fætir.
og það er ekkit of mikið af svona einhverju bullshit kjaftaði í henni sko, einhver svona orðasalat skraut sko sem að stundu gerir mann alveg bara alveg ömurlegt. En hún Reymáli, við munum eftir því og hún var að berjast gegn því og hún þá sko hún skildi eftir sig sko bókanir allstaðar sko, þannig að hann svo Greta sko, þetta rekja sem hún sagði það, hún er alltaf sko vara við þessu. Já, einmitt sko, á öllum stigum hann að sem að Lilja Alfreðsdóttir hefði mátt muna því að hún er að segja alltaf, ég var alltaf á móti þessu og þá segja allir byrju það, ég sjáum eitthvað bókanir og það eða neitt. Já, einmitt. En Svandís sko kunni leikinn sko. Það var búið að kenna hennar, nei, hún kunni leikinn. Ég held eins vegar að sko VG er búið að vera svo lengi flokkur Katrínar Jakobsdóttur að hann hefur bara snúið sér að henni. Þannig að ég er ekkit viss að ef hún færi að það bara, ég veit ekki hvort það sé eitthvað annað sko. Margir af þeim sem að bara villiköttunum sem að voru í ríkisstjórn Jóhannu og Steingríms ég held að það veri miklu betri samherjar Svandísar í pólitík heldur en það fólk sem er inn í flokknum í dag. Ég held að hún geti bara bara miklu betri á sumilegt þú myndir horfa á alla sem er farið frá VG á þessu tíma. Þetta er meira en heill flokkur. Það er þingmaður hjá þér núna sem er svona líklega til að vera svona fætir, Jódís Skúladóttir. En þetta eru sjálfstæðismenn ekki ánægðir með hana. Nei. Þegar hún sagði að þeir væru að velta sér upp úr rasísku drullubolli. Já. Það má ekki segja satt. Nei. Sjálfstæðisflokkurinn þolir það ekki. Nei. Sannleikur meiðir. Já, en hún var töff sko. Dróði þetta sér. Við ætlum að hittast aftur eftir viku. Já. Heldur að ríkisstjórnin verður á lífi þá? Ég náttúrulega veit ekki til það. Þú svarar eins og jarðfræðingarnir. Já, nei, ég veit ekki. Þetta er að þróa sko. Heldur að Bjarni komi heim? Heldur að Bjarni komi heim? Já, verður að koma. Hann verður bara að hlaupa heim bara. En það er næstu dagar út af skýrslunni þá við vitum ekkert en þá hvað viðbröðin almennilega verða sko og svo hvernig verður sótt að þeim og annað sko og hvort það verður ekki allir fjölmiðlar og allir, það er engi fjölmiðlar en þeir fáu fjölmiðlar sem eru eldi þetta nú svolítið. Mjög slæmt ástandi í fjölmiðlum að því ég er hérna með við rauðaborðið svona frétta yfirlit þannig ég fer yfir svona fréttinnar alltaf og svona miðja síðustu viku miðað við hvað var rosalega mikið í gangi þá fór ég að hugsa að þeir ætla að semja gúrkuna inn þannig að það var í staðin fyrir að senda mann einhvern veginn að vera kanna hvort að ríkisstjórnin sé þá er maður sendur eitthvað tjaldstæði norður í landi að spjalla og það er verið að senda fólk sko vinnandi hendur sem eiga að vera að fylgja þessu stóru málum er verið að senda í gúrkumálin. Ég bara næ ekki þessari stjórn á fréttadeild. Nei, ég held til þess að á stöðtvö, ég held þess að svo fámennar vaktir. Þau bara komist ekki yfir annað en að gera þetta einhverjum þessum hætti. Það er Þú getur alveg sendt blaðamannin bara fyrir utan hjá Bjarna og sagt ég er hérna fyrir utan hjá Bjarna og hann svarar ekki, alveg eins og verið að taka eitthvað viðtal einhverju tjaldstæði. Og spyrir svo nágranna hefur þú séð Bjarna nýlega eitthvað ef að þetta er fréttin þú sagt ekki að bara fara að leika gúrku, það er ekki gúrka. Nei, alls ekki. Það er banani. Já, nei, þetta er ég held þetta, sko, mér sýnist að vera þannig, á stöðtvö, byrjar eitthvað nýra að vinna þar á fréttastofunni, þá er ekki bara einn með helgavaktirnar. Einn blaðamaður. Já, ég get ekki betur séð. Svo eitthvað sem kemur upp úr skúffinni sem búið að geyma svona eitthvað svona, Kristján Már sem var eitthvað stað, sko, eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er svona sama aflið þessu og hjá miðjunni hjá þér. Já, þeir hafa náttúrulega sjónvarpsstöð, ég veit það ekki. En miðjan er bara svona leikvangi mitt bara. En þessar sko ritstjórnir sem ætti að vera geta ráðið við erfið mál og þau eru að detta niður í að vera svona þú veist eins og 1-2-3 manna miðlar sko stundum. Já, þetta er það. Þetta er náttúrulega ömurlegt sko. Alveg ömurlegt. Og RÚV stendur sér ekki betur. Og dæmi sem ég var að taka núna voru að RÚV sko. Ég skil ekki að það bara eins og RÚV og stundum finnst manni RÚV vera svo pólitískt. Það er ekki gúrka, það er banani sko. Bananalífið. Þannig að þeir vilja bara taka bananan og bjóða okkur upp á gúrku. Að við höfum bara verið að velta fyrir okkur eitthvað svona, þú veist hvernig sprettan nú fara að koma þær fréttir sko. Og kartöflunar. Kartöflunar.
Og gúrkan, Þykka á bænum. þess vegna heitir gúrkan gúrka, þegar við varum að tala um hvernig gúrka sprittur. Já, en ég segi svo, nei, það eru alltaf fína fréttir maður með kartöflurnar. Já. Herðu. Já, herðu, þetta bara ágætt. Við vitum ekki meira í ögnumvíkinu. Nei, ekki frekar en eldgosa fræðingarnir. Já. Annarkot gís eða gís ekki. Já. Og svo er eitt, spurðu líka þessu. En ef það gís, heldur að verði í dag? Já, gæti verið í dag, eða í næstu viku, eða næsta mánuð, eða næsta árið, eða næsta árþúsund. En þessi ríkisstjórn muni ekki lifa. Þetta er spennandi. Þetta er spennandi. Hvort springur undan, ríkisstjórnin eða gósið. Já, herru, þetta heitir pólitísk skjálftavakt. Já, einmitt. Já, herru, kæra þakkir. Já, sömuleiðis takk fyrir mig. Og við snúum okkur að næsta máli. Já, nú ætlum við að ræða mál sem að við höfum rætt víða bæinn, margir rætt þetta það eru geðlyfjanotkun barna, hvað er að gerast. Tilefnið að við erum að ræða þetta núna er að Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, var að skrifa grein það sem að þú eiginlega segir að geðlyfjanotkun barna sé of mikil. Já, ég svona kannski held því fram. Miða við önnulönd og kannski líka af því að það er í raun ekkert upp á annað, það er ekki boðið upp á neitt annað. Við bjóðum bara upp á þessa lausn í rauninni, sko. En gaðra meðferð? Nei, hún er eiginlega hvergi. Sko. Þá spyrir maður að því að þú kannast við þessu umræðan og búin að vera mjög lengi. Og eitt sem að menn segja að við séum að gefa út of mikið af lyfjum og þá segja sumir, nei, það eru hinlöndir sem eru að gefa út lítið. Já, ég svona, þú veist, þegar ég hef rætt þetta nú við ýmsa og marga af þeim sem að kannski, það er samt ekki þannig, geðlæknar eru þetta ákveðnir fræðimenn og ákveðnir sumir vísindamenn að eru með menntun og hafa sérhæft sig í þessu. Þó ég ætla ekki að segja að þeir séu endilega bestu aðræðin til að dæma allt, en ég hitt marga hins vegar geðlækna sem telja þetta bæði innlenda og erlenda sem telja við séum að ávísa á mikið. Og það er kannski þegar maður skoðar sko, hversu mikið meira við erum að gefa lyfjum og síðan að skoða hvernig aðrir hlutir eru í samfélaginu. Hvernig gengur okkur með að halda börnum í skólum, hvernig er brottfall úr framhaldsskólum, hvernig eru líðan barna í skólum, þá það sé kannski svolítið svona mat sem er erfitt að segja, er þetta, já en allavega það er sama, það er alltaf spurðar sömu spurningarnar og allar vísbendingar benda til þess að okkur gengur betur, ver heldur en öðrum löndum. Og ver eftir því sem tíminn líður. Og þrátt fyrir að vera að gefa svona mikið af lyfjum og þrátt fyrir að hafa aukið þessi lyf svona mikið. Í rauninni ef við tökum síðustu 10 ára þá er ADHD-lyfjanótkun, hún hefur aukist 78% og 130% hjá stúlkum, róandi og svefnlyf hafa aukist 588% á þessum 10 árum og þunglyndislyfin 132%. Þannig að þetta eru 10 ár og á sama tíma hefur líðan barna, allan svörun þeirra, til dæmis að 27% stúlkna í 10. bekk í grunnskólinu segja að séu ánægð með líf sitt. Og þess vegna segi ég, sko, kannski erum við að gera allt rétt, en það er eitthvað annað þá líka sem er ekki að fylgja með sem og það sem ég vil að við stöldrum við.
Við höfum svolítið talað þetta aukna vanlíðan barna og reynda fólks almennt hérna við rauðaborðið og þá spyr ég alltaf sérfræðingana því þetta vegna þess að fólk á auðveldra með að viðurkenna vanlíðan sinni í dag heldur en áður og þeir segja, jú, það má vera en þóttu takir allt það í burtu þá augljóst að það eitthvað í gangi sem að veldur því að fólki og einhverjum börnum líður verið í dag en áður. Það óumdeilt. Þetta alveg þessi þetta ekkert svona eitthvað einfalt og patent og eitthvað quick fix en það alveg ljóst að eitthvað búið að breytast hvort þú komi, það samfélagsmiðlar, það skjátími, það skortur og hreyfingu, það bara, þú veist, þessi neysla, þessi mikla neysla, neysluhyggja. Ekki einstaklishyggja, minni félagsleg. Það eru, og það eru aðilar sem benda einmitt á þetta, okkur skorti að sérstaklega þessi, og ég veit að ég auðvitað ekki að tala, I'm preaching to the choir, þegar ég segi að nýfrjálshyggjan hafi breytt í rauninni geðbransanum algjörlega. Þetta orðið óheilbrigðis og markaðsvætt, það er svo mikið peningur í óheilbrigði og það hluti sem að má alveg taka inn til skoðunar. Ættu að segja það að lausnin á vanlíðan barna, að það ýmsa kosti. Sumir þeirra eru ókeypis, sem bara... Já. En aðrir, við getum selt suma, sem eru lyf til dæmis. Það þannig. Áherslan þá á því selja lyfin, af því að við erum bara í markaðsbúskapsþjóðfélagi. Ég verð að segja að ég tel að það sé hluti vandans. Og það líka, ef við skoðum bara til dæmis þessa kulnun, bara við tökum fullorðið fólk, skoðum kulnun sem hefur verið mikið vandamál og þá spurning hvað það sem að veldur þessari kulnun og hvers vegna svona mikil kulnun. Það sem hefur verið gert í samfélaginu að velta þessu yfir einstaklingin, segja að þú þarft að við erum að hjálpa þér, þú þarf að leita þér aðstoðar og vinna í þér og losna við þessa kulnun eða vinna þér frá kulnunin eða fara á örorku eða fara eitthvað. En kannski ættum við að snúa svo alveg við, hvað vinnu erum við að vinna? Hvað það sem fólk að sækja? Mjög mikið, það kemur til dæmis í Bretlandi mjög margir sem segja, 2/3 sem segja að starfið sem þeir vinna rauninni tilgangslaust. Og þegar þú upplifir þetta tilgangsleysi og þá rauninni kannski komið borgaralögnhugmyndin, kannski hún ekki svo galin, en þetta svo mikið byggt á einstaklingurinn á að leita og leysa eitthvað, það hann, en það sem að skorturinn þessi þessi kollektífa hugsun sem að svo mikilvæg. Einhvern tíma ræddum við hér svona sem kalla mætti félagslega lækningar og þá það dæmis geti verið að einstæð móðir í Breiðholti með 2 börn sem kvíðin og afkoma kvíðin sína, ef hún leitar eftir aðstoð þá fær hún kvíðastillandi lyf eða hún bent á að fara á sjálfstyrkingarnámskeið þegar það augljóst að það eru félagslegar aðstæður hennar sem að valda og það var mjög óeðlilegt ef henni líði vel í þeim aðstæðum sem að samfélagið býður upp á. Þetta alveg rétt og þessi jaðarsetning fólks svo mikil vandi og það kannski þessna sem að eins og ég segi stundum baráttumál foreldra ætti í rauninni ekki að vera leikskólapláss leið og barnið orðið bara farið að skríða. Það ætti í rauninni að vera bara líf, að vera með afkvæmum sínum sem lengst og sem mest. Allavega hafa valkostur. Já, og að geta byggt það upp þannig að það sé ekki, þú veist ekki að því að hjólið kallar svo mikið á, ég þarf að fara aftur á að vera hamstur og þá í rauninni og þeir sem eru fátakastir eru í vestri stöðunum hvað þetta varðar. Og það herði þetta líka í unga fólkinu sem var að mótmæla niður í Ráðhúsi að þá sögðu þau sumir að við verðum að komast út á vinnumarkað. Við höfum bara skuldbindingar. Já, ég veit það. Það þetta sem þetta ítir undir svo margt, þetta ítir undir ákveðið, ég meina það ítir undir bara vanlíðan hjá fólki því að það samviskubit, það streita, það allt þetta sem fylgir þessu að þurfa að vera að hlaupa en líka og svo kom einhverju kallar eins og ég segja það ómikið ADHD-lyfjanótkun og þá fær fólki meira samviskubit
skilur, og það er auðvitað ekki, það er ekki það sem að allavega ég eða geðhjálp erum að predika að fólk eigi að fá samvinskupið og því það eru margir sem að ættu og eiga að taka lyf. Þetta er erfiðleikar í þessu umræðu, þegar málið er horft á það þá er eiginlega augljóst eins og þú stillir þessu upp að það sé verið að gefa út of mikið af lyfjum til barna. Í því felst ekki að gagnvart hverju barni fyrir sig að það eigi ekki að taka lyfin. Þetta er vandræðið í þessu, því að oft eru viðbröðum þau að einhver segir að við erum að gefa út helmingi og mikið af lyfjónum, að þá kemur andmæli ykkur og segir hvað ætlar að taka af með lyfin og við náum eiginlega ekki að ræða þetta mál. Náum ekki að ræða og ítir undir fordóminn, en sko ég held að það sé svona, sko við verðum allavega að fara að staldra við og horfa hvað er það, þú veist, og líka bara svona horfa á hugmyndina hvernig við byggjum upp allt samfélagið, þú veist, börn í skólum, mjög orkumikil börn í skólastofu lengi og það er ekkert sem við gerum, það er ekkert sem við hugsum, hvað getum við gert, það er ekkert svona það er eitthvað stóra lausnir það er bara eitthvað svona smottir í svona justeringar sem bara er ekki nóg og þessi hugmyndin heldur bara áfram og siglir alltaf lengra og lengra og við svona, já, hvað er við að gera, veist, og við gerum aldrei neitt, við höldum bara áfram. Hérna, þú sagðir áðan að við varum að gefa út meira af þessum lyfjum til barnan okkar heldur en aðra þjóðir. Hver er munurinn? Getur þú sagt þér hvað eru mörg börn á Íslandi sem eru á geðlyfjum? Já, sko það er þannig að í dag eru í heildina á 0 til 18 ára börnum eru 8,3% á ADHD-lyfjum, þú veist, það er bara allur hópur. Hvernig er það í Skandinavíu? Við erum næsta land og eftir okkur sem ég man ekki hvort það var, ég held að það hef verið Finnland. Við erum 100% hærri. Það er alltaf tvöfalt. Og það er sama með brottfalli, við erum tvöfalt hærra brottfall hér. Já, þú varst að tala um að það var eftir að vera aðra lausnir heldur en bara að gefa lyf og þá hlýtur að velja að spurningi að vera hvað er það ástæðan fyrir það að minna gefið út í hinum löndunum er að þau eru með aðra valkosti í meðferð? Sko þau hafa sumhver, þú veist, Skandinavíu hefur nú verið þekkt fyrir bæði Danmörk og Svíþjóð og Noregur sérstaklega og reyndar Finnland að koma vel út eins og við þekkjum skólakerfiðar hafa boðið upp á meiri félagslega lausnir heldur en Ísland gerði. Sko að við vorum, þú veist, tannlækningar barna eru bara rétt að komast inn í niðurgreiðslu núna. Þú veist, þegar ég bjó í Danmörku fyrir 25 árum, sko, þá var þetta allt niðurgreitt og þá var niðurgreitt að fara til sálfræðinga fyrir mig, skilur, þú veist, það var bara komið miklu meiri þessi nálgun og auðvitað líka stærra samfélag og fjölbreyttara. Það er minna greint af börnum, til dæmis ef við tökum Svíþjóð, bara miklu minna af greiningum. Og þá er ég ekki að segja að ég held að sko, við erum svo smá, við erum svo agnarsmá, þetta verður svo fljótt, þú veist, það verður svo fljótt sem að við tökum bara yfir, þú segir eitthvað, þú þekkir það bara í markaðstarfi hér og þú er nú gert ýmislegt og maður hefur gert ýmislegt, það er svo auðvelt að ná eyrum allra og svo verður þetta sko, þá verður það bara allir og maður bara heyrir af sögur og einhver gerir þetta og svo kom líf og það hjálpaði og eitthvað, þá fer maður bara þá leið. Það er svona smæðin gerir það verkum. Það er eitt sem að þú ert að tala um þetta, að það getur verið auðvelt að ná til margra á í réttu samfélagi. Það sem gerist líka að það komast allir skyndilega á sömu skoðun og maður upplýða svona að það er svona skrans í botnin. Þannig að í litlu samfélagi að mótstaðan, hún hverfur og er ekki til, sem að yfirleitt er til í stærri samfélagum. Það er alltaf einhverjir sko hópar sem að segja alltaf njá, eitthvað við málinu og halda þeirri andstöðu áfram. Á Íslandi hættir oft til þess að það bara straujast í burtu. Það er alveg rétt og þú veist, og þá ætla ég ekki, maður getur tekið bólusetningar þetta sem dæmi á þess að ég er ekki að mæla neinu sko að segja að við höfum ekki átt að taka bólusetningar eða eitthvað, en við fórum bara öll. Það voru örfáir. Það voru miklu minni sko. Við sláum met í öllu. Já, við sláum met. Í bólusetningum, farsímanótkun, bara you name it. Öllu. Og þetta er kannski hlutaði. En sko, ég finnst ekki endilega að við höfum að hugsa þetta þannig, já, ok, þú veist að hvað er þeir að gera við, en bara hvað getur við gert?
og það er búið að benda á svo margt sem að hægt að gera, þú veist, og auðvitað ættum við að skoða skólakerfið bara gaggjert og skoða hvernig ætlum við og það er nú búið að tala það mikið, alltaf spá í þetta verklega og þetta, en hvað er það sem að gerist þarna inn í skólastofunni og hvaða þekkingu, þú veist, þeir eru út að tala ef að, eins og er hér að 3,5% barna er á þunglyndislyfjum, skilur við, er það bara eitthvað sem við ætlum að og 8,3% barna er á ADHD-lyfjum, þá hlýtur þú að þurfa að vera svolítið sérfræðingur í einhvers konar föllunum og sem kennari, og það er ekki, þú fyrir að skoða það sem er námskrá kennara, þá er það ekki, enda tel ég það er ómikið ég held að sé ómikið að vera að greina, og greiningamódelið er byggt á DSM-kerfinu sem er síðan með tengslinn inn í þetta að selja fleiri lyf. En markaðsvæðing þjáningarinnar eða vanlíðarinnar, það er verið bent á það að á þessum tímum sem við lifum, í þessum heimsluta sem við lifum, að þá verður til markaður, bæðið að selja lyf og alls konar lausnir við vanlíðan, og fólk sem hefur hagað því að breiða út hugmyndunum vanlíðan, sem er þá þessir katalókar bandarísku. Maður myndi ætla svona fyrirfram að grunnkerfin okkar, heilbrigðiskerfið og þú tekur líka dæma menntakerfinu, ætti að vera varin fyrir þessari svona markaðslegu þessu drifskafti sem að keyrir áfram samfélagið. Að það ætti að vera vari fyrir því, að það ætti ekki að vera markaðslögmál eða gróðrasækni fyrirtækja sem ætti að stjórna því hvernig heilbrigðiskerfið okkar er uppbyggt eða menntakerfið. Nei, maður skildi alltaf þá, líka hér. Við höfum nú verið oft bara svona nokkuð þannig, þetta er, nú ætlum ég ekki að segja Íslands er stéttlaust land, það er það ekki, en það er kannski varðað meira en önnur lönd. Þannig að þú veist, við vorum í skólum, við kannski svona flest okkar vorum með alls konar fólki í skólum og vorum kannski eitt af þessu. Ekki jafn drifið í tvennt eins og mörgunum. Nei, og þá hefði kannski, en varnirnar eru bara ekki meira en þetta og við erum bara hluti af þessu kerfi. Við drekkum bara kókið sem kom og við borðum kjúklingapitana sem koma. En þú ert að segja læknarnir okkar þjónir amerískum lyfjaframleiðendum? Ég ætla nú kannski ekki að ætla það, en hins vegar er mjög erfitt líka. Þeir eru inn í kerfi sem er byggt í kringum möguleika lyfjafyrirtækjanna og auka hagnaðinn. Já, og við erum einhvern veginn öll þarna og það er vandina. Þú veist, þú situr hér, ég er hér læknir og ég kem með minn vanda, segjum að það sé ekki geðransælis, hann er kannski bara bólga í hné. Og ég veit að ég ætla að fara að fá bólguðandi hjá þessum lækni. En þessi læknir er svona já, þú ætti kannski að byrja að hreyfa þig og passa upp á næringu og taka smá hvíld og lyfta og allt þetta og bara nei, ég fer þá bara til Gunnarsmára, hann er annar læknir og Gunnarsmári, hann bara skrifur upp á þetta. Það er líka þrýstingurinn, það er óbærilegu þrýstingur líka frá öðrum. Læknar fá þrýsting frá þeim sem leita til þeirra og svo eru þeir líka með þrýsting frá lyfjafyrirtækjum eins og það er vitað og það eru þetta bara skrifað upp á. Þannig að þrýstingur frá lyfjafyrirtækjunum, hann kemur í gegnum sjúklingin, ekki síður en frá bara allt kerfið, bara við erum. Ok, Grímur, en hvað gerum við því? Ætlar að breyta grunnkerfi samfélagsins? Við ræðum hlutina. Það er nú stundur rætt við rauðaborðið að fyrsta lausnin á öllum vanda er að fella kapitalismu. Ég held að kannski stóri vandi okkar er, og ég ætla að gangast við því sjálfur, ég fer alveg bara mín skoðun og þá er það ekki einhver skoðun, einhverja félagasamtaka sem ég stend að við bara mistum algjörlega fótana upp úr 1980. Þú veist, þegar maður skoða þessa, þú veist ekki það að kapitalistar hafa alltaf verið til, en ef við skoðum þessa ornasiskapitalista og þessa gæja svona eitthvað, þú veist, og berum það síðan sama við þetta brjálæði sem við búum við núna, þar sem auðurinn er orðin slíkur að það er ekki einu svona hægt að það getur enginn talið, en þetta er bara svona eins og að telja vassdropa í rigningu, þetta er algjör vitleysa og þetta er orðið stjórnlaust og hefur gert það verkum að við kannski bara öll erum einhvern veginn teljum að þetta sé eðlilegt að einhverju leyti,
En það eru þetta ekki eðlilegt þegar þetta fara að stýra því hvernig við höfum það og hvaða leiðir við leitum og tekur frá okkur ákveðna hluti og svona ákveðin markasvæðing þessara, þú veist, óheilbrigðisins. Og börnunum okkar er farið að líða verð. Já, og það er ekki gott og það er ákveðna skýringar á því líka að þú tala við mennina í Kísildalum akkur og þeir láta ekki börnin sín hafa snjalltækin, sko. Ekki fyrir að þú erum búin að ákveðum aldrei. Við erum bara, þetta er mikið ópíum í boði, sko. Geðhjálp er samtök sjúklinga, fólks með geðraskanir, eitthvað vildi kalla það geðræna áskoranir, við sleppum við þeim vangaveltum. Er það stefna geðhjálpar að fá fjölbreytilegri meðferðir og lausnir við geðræna vanda? Já, algjörlega. Það er bara mjög, að því að sko, það hefur líka sýnt sig að það gengur hægt og mannréttindi og fleira sem að fylgir því kerfi sem mannréttindabrot sem fylgir því kerfi sem nú er við líði, það hefur sýnt sig að það allavega því fylgir þessu kerfi. Þannig að við viljum fjölbreyttari nálgun. Við viljum fara meira kannski í grunninn, reyna að svona orsaka miðari nálgun, ekki það að við séum að leita geninu en eitt slíkt, heldur bara fyrirbyggjandi aðgerðir frekar en að vera í endalausum eltingarleik við þessar afleiðingar og þessi einkenni. Því einkennamiður nálgun, hún slekkur ekki eldin, sko. Þá áttu líklega að tala um að auka velsæld barna, auka öryggi barna, draga úr kvíða valdandi þáttum. Nákvæmlega, það er bara, það þarf að breyta mjög miklu. Skólakerfi getur tekið við fjölbreytilegri fólki. Skólakerfi. Allir upplifir sig þar heima. Og við, þetta bara sem fólk, það er betra við færum í svona þessa svoköldu kollektífi hugsun. Við myndum ná sem flest að fara þangað. Og þetta byggir þetta á mörgu, þú veist, að því að fátækt til dæmis er stór orsakavaldur geðrænna áskorana. Það er mikið álag að búa við fátækt. Það er það og þá kemur deyfingin, fíknin, það er svo margt sem kemur sem að fesja það niður kynslóðurnar. Og afkomu kvíðin sem að grefur undan öllu, grefur undan þessum persónu. Það er bara svoleiðis. Og þetta er hlutur sem að og það verður þessi jaðarsetning líka. Það er kannski í rauninni stéttskiptingin á Íslandi. Það er fólk sem að sérstaklega sko fer að vera svona skrítið að mati einhverja annara og er fátækt og það verður meiri jaðarsetning og tala ekki að það er öðruvís á litin líka. Þetta er nú, bóðskapurinn er líklega sá að gott samfélag verður ekki endilega byggt upp á sko einstaklingum sem allir eru besta útgáfan af sjálfum sér. Heldur verður fólk gott ef það býr í góðu samfélagi? Það held ég. Ég held að það sé nákvæmlega þannig, sko. Já, og við eigum að setja athyglinna á samfélagi okkar. Já. Grímur, gott að fá þig með þennan góða boðskap. Takk fyrir það. Þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Hér á eftir verða sósíalískir feministar. Á morgun verður síðan vikuskammtur og svo verður helgispjall. Og svo sjáum við til hvernig það næsta vika verður. Það er nú komið hásumar og einhver hér á samstöðunni þarf kannski að fara í sumarfrí. Sjáum til, en takk fyrir í kvöld.